Það var verið að segja mér að heyrist í mér, þannig að bara fyrir ykkur sem er að hlusta, þá byrjum við eftir augnablik. Og hvað maður leiði ykkur bara að hafa hérna myndina á okkur meðan við erum að stilla öllu upp og byrjum bara eftir smástund.
Jæja, þá eru konur í loftið. Já, bara góða kvöldið. Hvað segið þið? Kvöldið. Ég er góður. Erst þú góð, Jón? Nú erum við 2 Jón. Já. Þú eru eiginlega að heita Þormar í þessu þætti. Já, ég tek það á með að skipta nafn fyrir okkar mann. Ég er náttúrulega Jón Þormar og Helgi Bjarnason og Sverrir Helgason og við erum með þrjusu gest. Það er Jón Pétur Símsen fyrir skólastjóri og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Velkomin Jón. Takk fyrir. Takk að bjóða mér. Og kennari. Já, fyrirvændi skólastjóri og kennari var það ekki, allt svo leiðis. Dóttir mín var í skólanum sem varst skólastjóri, berið mjög vel söguna, þannig að já, hvað var það, réttarhaldsskóli eða meðalskóli? Réttó, já, Réttó. ok. Já. Hvað er þetta hennar? Já, við allavega, okkur finnst mjög gaman að fá þið, sérstaklega svona það er mikið búið að vera að gerast í bæði skólamálum og öðrum málum sem að við náttúrulega viljum endilega ræða. Já, alveg klárlega. Ert þú með einhverja spurningar, Jón, og ég að byrja að þrjusa einhver út hérna? Ég ætla að lega þér að byrja og ég ætla bara að beðast afsökunar fyrirfram. Það gæti verið í detti smá hóstaköst og svona. Ég er búin að vera drullu veikurinn í mætinu samt, þannig að ég vona að ég sé eitthvað mitt besta, nokkuð. Það er annað en sumir. Þannig að ég er ekki í bjórnum í kvöld, í miður. Herru, já. Það er kannski ágætt að byrja á námsárangri. Já. Því að þú talar svolítið um það og látið að þið kveði mentamálum. Þú ert í nefnd sem var mentamálið eða ekki, og tala um það á hann. Í þinginu. Já, og við erum að fá hræðilegar niðurstöður úr PISA-könnuninni. Það var samantekt gerða af manni skemmst að þeirri niðurstöðu að 50% drengjum gátu lesið sér til gagns eftir að ljúka gagnfræðaskólaprófi. Stúlkurnar líka slæmur árangur, það var 30% sem gátu ekki lesið sér til gagns. Þetta er hræðileg niðurstaða. Já. Og spurningin er kannski, hafið þið farið eitthvað í að greina þetta og velti fyrir ykkur hvað er að valda þessu? Nú eru þú veist, kennararnir hafa kannski ekki breyst, hefur kerfið breyst, hafa aðstæður innan skólana breyst, þú veist, erum við að ala þau öðru sig upp, er þetta sjónvarpið, það er alltaf ensku? Já. Þetta er svona örgulega, þú nefnir svona ýmsa þætti sem hafa alveg örgulega áhrif, en það sem er kannski hefur bara verið frá aldamótum, þá er það svona skólastefna sem hefur verið ítt að íslensku skólakerfi sem er ekki góð og alls konar kennsluaðferðir sem eru miklu meira svona umbúður heldur en innihald. Algjörlega. Sem að, og menn hafa svona missjónar af því að kenna þessar grunngreinar í skólanum sem að grunnskólinn í raun var stofnað til að kenna. Bara lestur, skrift og starffræði og svo félagsfærni, börn eru saman í hópum og læra það hvernig þau verða félagslega fær með því að umgangast önnur börn og ef þú ert eins og einhver bavíjani inn í hóp þá farið strax að finna fyrir því, þannig að þú þarft að leiðrétta hegðunina, þannig að það er ágætt að vera að börn hittist svona í þessu skóla umhverfi. En segir mér ef þú getur ekki lesið til gagns, maður heyrir oft talað um þetta, en þú veist hvað þýðir það? Já, góð spurning. Þú veist, bara til að fá það á hreint. Ég veit það ekki eins og hversu slæmt það er. Akkurat, það er ekki það að þú getur ekki stautað í gegnum texta. Nei. En það er þannig að þú farð textabrót eða heyrir eitthvað sem inniheldur eitthvað boðskap, það er jafnvel eitthvað sem þú ert að lesa með línana, eins og 9 fötu keisarans eða eitthvað slíkt, og þá nærið ekki boðskapin, þú skilur ekki út af hvað textin gengur. Og til að skilja texta, þá þarf það að skilja 98% orðan í honum. Og þá, ef þú gerir það ekki, þá nærið ekki innihaldinu. Og þið finnir það alveg sjálfur að ef þið eru að lesa eitthvað og þeir sem eru vel læsir, þeir lesa ekki orðin frá stafist til staf. Heldur skauta þér yfir orðin og þá er orðin svona smá tækni, ákveðin svona sjálfvirkni. Algjörlega. Þú nærð henni, þá þarf ekki að hugsa hvað þú ert að gera, heldur nærðu bara einbeittar innihaldinu og þá nærðu að skilja það sem textin gengur út á. Og þetta skiptir rosalega miklu máli bara upp á það að þora að tjá sig, vera með viðþorf og skoðanir. Þú nærðu að meta eitthvað, þú nærðu að brjóta heilanum um það og svo kemur með þína skoðun eða þín viðþorf. Og líka þetta sem oft talað um að skipta svo miklu máli, það er gagnrýnin hugsun. Já. Þið geta ekkert gagnrýnt hluti að þið hafa einhver hugmynd um hvað þeir eru. Já. Þannig að þú verður að hafa gríðarlega mikla þekking og alls konar hlutum og því betri sem þið eruð í einhverjum þætti, því betri eru þau til að gagnrýna á. Þannig að, og þetta á líka um sköpun, þetta er oft tekið út sko að þetta séu andstæður þess að læra lestur að sköpun sé háð einhverju svona bara sem kemur á himnum ofan.
það ekki rétt heldur vegna þess að sköpun, alveg svo Guðmundur Fertram í Keresis, hann sko náði að skapa fiskur, plástur úr fiskróði vegna þess að hann gríðalega þekking og reynslu úr þeim bransa. Mér hefði ekki tekist það því ég búin að vera skólamaður í 30 ár. Ég hefði getað skapað mögulega eitthvað sko í þeim geira. Þannig að þú veist, bæði sköpun, gagnrýn hugsun, félagsfærni, þetta allt tengist orðaforða og hugtakaskilningi og þetta þykir bara svona ekkert flott í nútíma kennslu. Það sem allt í skjáum og börnin eiga að finna upp hitt og þetta. Og við erum bara búin að fjarlægast kjarnan í því sem á að gera í skólastarfi, markvisst ár eftir ár og það er búið að lyfta upp hinu. Hitt starfið færi verðlaun. En hvað hitt starfið? Mér langar líka, eitt sem langar að skjóta inn í, það auðveldara að planta hugmyndum inn í höfðuð á fólki sem að hefur ekki almennan skilning eða heildrænan skilning, svo er það lýsa. Ef þú skilur ekki 99% orðum í textanum að þá þetta miklu erfiðara fyrir þig. Já, og þetta bara góða punktur. Þú veist að það er hægt í raunin að stunda heila þótt nánast Já, ég segi inn að geðsalapa. Ekkert nánast, það er hægt. Já. Okay. Þess vegna hef ég margótt sagt að lýðræði sé í rauninni hættu. Lýðræði er í hættu þegar þegnandir hafi ekki getið til þess að meta það sem er rétt og rangt, skoða og meti kjarna frá hisminu. Þetta er í alvörunni bara svona. Þetta skiptir gríðalegu máli því að þetta getur bara samfélagi þar sem það stendur og getur molnað að fólk hefur ekki þennan grundvallar skilning sem er þá íslenskan. Já, og svo er það þetta sem tengist líka því að þú náður að einbeita nógulega tíma þannig að þú hafir þolinmæði til að brjóta niður ykkur umræðu og eitthvað samtal og ykkur texta í stað þess að fá þetta bara matað í ykkur fyrirsögnum og ykkur TikTok myndbandi og það er alveg ef þú horfur á TikTok myndband sem virkar trúverðugt, ég gæti, það er þetta búið til myndband sem segir bara jörðinni flöt og bara koma alls konar fín rök fyrir því, ef þú heldur nú oft fram og ríkisfjölmiðlandi gera það líka, það verður stærri og stærri hluti þjóðurinn að trúa að bara jörðin sé flöt og þetta er alveg hægt vegna þess að lesskilningurinn, orðaforðin og þekkingin í hugum okkar, við googlum okkur ekkert eitthvað til gags þegar við erum í ykkur samtali sem ég er þetta núna. Þegar spyr ég við spurningar, ég ekki alveg viss, þá tek ég bara ekki upp síman og fyrir hann að gervigreindin og aðtuga hvað segir gervigreindin mér og líka bara til að skilja og geta gaggrind gervigreindin og skoða hvort að hún sé að fara með rétt mál, þá þarf það að hafa þessa þekkingu og það á grunnskólan að kenna. Hann á ekki að vera í einhver svona það má alveg vera með einhverja þemanám og útinám og hvað sem þetta kallast allt, en við verðum að mæla hvernig staðan í upphafi varðandi grunninn og síðan það hvernig okkur tekist til að bæta við hennar grunn og hvernig sem við gerum það skiptir ekki öllu máli, en þetta þarf að vera markmið. Getur þú farið aðeins með okkur yfir, þú veist, hvaða þættir er þetta sem að verið að kenna á kostnað stærðfræði, tungumála og svona þessara skriftar og þessara basic hluta sem að við lærðum þegar við fórum í skóla og var lögð gríðarlega áherslu á. Já, það þessir þættir sem þú nefnir, þeir fá alveg tíma í stundartöflu, en að mörgu leyti eru þeir ekki kendir rétt og vel. Það er líka skortur þar á. Það er oft í alls konar, þetta kallað þetta er eitthvað svona rúllettur eða hringekjur eða eitthvað slíkt, þar sem krakkandi fara inn í tíma og að læra eitthvað. Oft er það svona eitthvað hópastarf, þú ert kannski 4 saman í hóp, þá er sá sem er sterkastur í hópnum, hann fær kannski möguleika út úr því vegna þess að hann leysir verkefnin, hinn eru hálfgerðir farþegar, nú er ég að pínulítið að alhefa, en þetta er samt svona í grunninn það sem oft að gerast. Hljóma svolítið eins og Háskólinn í Reykjavík en halda fram. Ja, þetta hljóma bara svo mjög margt nám núna, því miður og það sem að gerast líka í skólanum, að við erum alltaf að auka bilið milli þeir sem geta og geta ekki, vegna þess að við erum ekki með mælingar og fyrir vikið þá eru krakkar sem eru mjög sterkt bakland og foreldrarnir passa rosalega vel upp á að þau sinni sín og geri sitt. Þeir krakkar halda svona nokkurn veginn sjó á meðan við erum með, þú nefndir það 50% drengi og 30% stúlkna sem er ekki með grunnfærni í lesskilningi eftir 10 ára skildunám og 2-3 ára leikskólanám. Þannig við erum að tala um 12-13 ára nám þar sem við eigum að kenna þeim að lesa texta og skilja textar, okkur textað ekki og svo er þetta bara svona eitthvað auka mál í samfélaginu og ég skil vel að sumir stjórnmálamenn, þeim þykir bara gott að almenningur sé
þannig að hann ráð ekki við flóknari umræðu. Núna eru að fara til dæmis að sækja sko hvort við höfum að segja já við einhverju hérna í hérna sumar. Ég veit ekki hvort að fólk skilur það alveg þó að það sé aðeins önnur umræðu. Nei, en þetta er samt, þetta er bara, þú veist, að því að þú ert að gera þessa tengingu við alltaf þess að grundvallar lýðræðisþætti samfélagsins. Þú veist, þetta skiptir svo ótrúlega miklu máli. Þú ert, og ég meina, það er ekki bara þú sem ert að segja það liggur bara algjörlega fyrir. Ef þú getur ekki skilið það sem þú ert að lesa, þá getur ekki tekið afstöðu. Þú getur ekki tekið afstöðu hvernig áttu að hafa kosningarétt. Nei, þú veist, ég meina, á fólk sem getur ekki lesið sér til gagns á það að hafa kosningarétt. Nei, og þetta líka það að þú verður á svo miklu lífsgæðum að þú getur ekki lesið til gagns og þú getur ekki, sko, þú veigraði við til dæmis að halda tækifærisræðu í brúðkaupi eða hjá ammali systurðinnar af því þú ert hræddur við, þú skilur ekki allt samhengi, þú veist ekki hvað það gera, þú ert ekki vanur að gera þessa hluti, þú ert bara lifir í ykkur svona yfirbúr samfélagi þar sem að þú fylgir svona kannski ykkur svona megin strömi, þú leggur ekki að sko fara á móti strömmum af því þú ert alveg viss það að þína skoðinni byggja á rosalega tröstum og sterkum grunni. Það eru öruggar. Já, það eru öruggar og það eru marg reyndar og marg skoðaðar. Þú útvistar það bara dómgrindinni til almennings. Í rauninni. Já. Þú heldur þessi almenningur. Það er ekki raunverulegur. Já, og þú leitar þér kannski eftir einhverjum foringja, þar sem þú tristir kannski hvað hann segir og svo apar upp eftir honum og þá ert í raun það sem þú segir með útvistunina, þá ertu búin að útvista sko þinni skoðun, þínu atkvæði og þínu lýðræði til einhverja annara. Og þetta þetta er mjög alvarlegt. Þetta er gríðarlega alvarlegt. Þetta er svo miklu alvarlega heldur en fólk heldur og þetta er bara fyrir því að alast upp í þessu og get ekki sko lesið eða hortið eða hlustað til gagns. Hvers sem þú mætir. Þú óttast að þú er afhjúpaður sem vitleysingur. Að þú ert ekki viss það hvað gerist. Þú er ekki að segja hluti. Þú heyrir eitthvað, vá, hvað þetta er trúverðugt. Langar að fara að halda þig fram en þú viss bara að þú gera það og þú var mótrugg, þá ættu bara fókin við svona strá. En það er líka búið að hægt taka þetta á næsta stig, menn það eru félagslegar afleiðingar að fara gegn þeir ríkjandi hugmyndafræði sem er á Íslandi í dag, eða það sem fólk heldur að sé. Það eru félagslegar afleiðingar. Vinsælli skoðun. Já, það er náttúrulega partur af stýringunni, sko. Algjörlega. Og þegar menn, sko, þú talar félagslegar afleiðingar, þá er það meðal annars. Já, meðal annars. Þá farðu náttúrulega upp á móti eitthvað fólk sem er kannski allt í lagi ef það er bara málefnilegt og maður reynir bara að ræða það sko í ykkur rökræðu á einhverju málefnilegum grunni og það farið í efnið en ekki mannin sko. Já, en þetta er bara komið út í það að sko einhverjur ósammálaðir að þá frekar bara eyðileggja fyrir því lífið og þú veist, það er náttúrulega ekki beint málefnilegt sko. Nei, það er bara alls ekki. Við sáum það svona ákveðnu tímabili, það er svona hefur minnkað og fólk hefur kannski svolítið átt að sig meira á því að sá eini sem getur umverulega kansilega er þú sjálfur. Já. Það er rauninni þannig sko. Já, það þarf alveg sterk bein að standast storminn sko. Já, það. Og maður hefur hort á fólk sem hefur skilið alveg að það er bóknað sko og sér maður suma sem bara standa sko teinréttir. En veistu það, að standa með eigin sannfæringu gagnvart fjöldanum, jafnvel þó að kosti, vitan það bara, þetta geti kosta mig, þetta mun sennilega kosta mig, að standa svona með eigin trúarsannfæringu, það er stórkostlegt að gera þetta er bara, þarna kynnustu sjálfur þarna, þetta er bara mesta tækifæri til vaxtar og þetta gera festir. Ég er sammála þessu að það er rosalega frelsun fólkin í því, en síðan verður maður líka að geta tekið því ef maður hefur haft rangt fyrir sig með einhverjum hætti. Algjörlega. Og maður þarf að hafa sjálfströst og sjálfsmynd í það að segja bara, heyrðu, það sem ég var að segja hérna, ég er búin að átta mig á því eftir að hafa ígrunda það að það er kannski ekki alveg rétt og bara viðurkenna og þannig. Maður ber líka virðingu fyrir því. Já. Maður ber virðingu fyrir því þegar menn segja, heyrðu, ég var ekki með öll gögn, ég áttaði mikið á þessu, það vantaði ákveðin sjónarmið hjá mér, núna sé ég þetta öðruvísi og ég er búin að skipta skoðun. Manni finnst það allt í lagi. Mér finnst pínlegra að horfa á menn sko þegar það er búið að leiðrétta og þeir neita að einhvern veginn horfst í augu það. Já, það er skelfilegt. Sko. Það er miklu verra og það sem það er til dæmis í skólakerfuna, það er sko, þú spyr hvenær hófst þetta, ég sé bara upp úr aldamótum og það er okkur stefna sem að... Hvaða stefna er það sem að olli þessum umbreytingum að þínu mati? Þetta er svona stefna sem að veitti mönnum sko atvinnu í því að búa til eitthvað annað heldur en var. Í kringum aldamótin það var kennsla ákveðinleiti hefðbundin.
góður kennari, allt góður kennari skiptir öllu máli, góður kennari sem útskýrir hlutina upp á töflu, fekk góða umræðu, fekk spurningar sem allir heyrðu og mann gæti þá farið yfir það og gert hlutina tengt við sko raunveruleika nemandana, þannig að þið náðu svona sambandi við þetta, nemandi sem hafði brennandi ástríð og áhuga fyrir náminu, hann var pinkulítið svona goð í augu nemanda, kennari sem náðu til allra, hann náðu að sko lífga upp dönskukennslu eða eðlisfræði. Þetta Man eftir svona mönnum. Já, það markvisst búið að tala um það að börnin eigi einhvern veginn sjálf að taka stjórnina. Þau eigi, þú veist, að fá sína spjaldtölfur og sitt og uppgöta sína sannleika með einhverjum hætti. Þetta svona ákveðin sín sem bara virkar ekki. Þetta svona eitthvað postmodernist dæmi, sko. Ég sé þetta svolítið þannig í íslensku samfélagi að við sjáum stofnanir sem að fólk ber að jafna mikla virðingu fyrir og svo koma þessar frjálslyndu pólísíur inn í þessar stofnanir, fyrst hægt og svo hratt og það bara grotnar einhvern veginn alltaf, það er eitthvað svona, ok, þetta er stofnun sem að þau vita hvað það standa fyrir, það er að taka bara háskólan, það er að taka grunnskólan, það er að taka þjóðkirkjan vera rosa gott dæmi, það er bara stofnun sem veit hver hún er, veit hvað hún stendur fyrir, það vita allir og svo koma frjálslyndu menninir og það þarf einhvern veginn alltaf, þú veist, það ráðist á grunninn sem að stofnun standa fyrir og það grotnar undan öllu og þetta fólk er rosalega blind á hverjar afleiðingarnar eru, af því þau trúa því að þetta tengist bara, þetta sé samkennd, skilur, þau séu frjálsynda og setja svona eitthvað samansemmerki þarna milli, en ég sé þetta bara mjög skýrt í eiginlega öllu sem að þetta fólk snertir að það vistnar. Já, ég verða að benda á það líka með þessi svona verðuleikar einstaklingarna og fólk og krakkar fá að takast á við hlutina án þess að það séu endalaust verið að hjálpa þeim, leyfa þeim að takast á við hlutina, fá verkefni þar sem þau sko þurfa að leggja á sig, skoða hlutina, þeim hjálpa þeim hænuskref eftir eitthvað tíma og þau fái sko að upplifa þá sigra að ná tökum á okkur. Takast á við mótlæti er svo mikilvægt í lífinu. Auka þrautsegi og allt þetta, þannig að það er allt of mikið, hvað þá núna í þessu samfélagi sem við erum í núna, að bara menn fá þetta upp í hendurna, þetta er bara íta á eitt takka og þá bara einhvern veginn kemur svarið, þú farið ekkit út úr því þannig. Þú þarft að hafa fyrir hlutunum, því meira sem þú hefur fyrir þeim og uppsker síðan, því meiri gleði yfir því sem að gerist. Já. Það er bara, ég líföfnafræðingur, ég geti staðvist það. Þegar þú ert með dópamín og það er erfitt og þú strögglar og svo farðu það, þá ég farið miklu meiri velíðan en út úr því, sko. Akkurat, mér langar, ég verða að benda á líka þannig að þeir sem eru að fylgjast með núna, að ég veit að ég er búin að segja þetta oft, en nú á COVID-tímabilinu, þá hórum við skólana mest opna innan OECD. Það þýtti að krakkarnir okkar fóru mest í grunnskóla innan OECD-ríkjana. Samt sem áður, á milli 18 og 22, þá töpuðu 2 heilum skólaárum samkvæmt PISA. Ekkert annar land var nálægt okkur í því, ekkert annar land. Þannig að það þýðir það að börn sem fengu 10 ára skólanám 2018, börn sem útskrifast 2022 fengu 8 ára skólanám. Útsvarið lækkaði ekki, að skattarnir lækkuðu, en þetta er bara stefna sem háskólarnir hafa haldið á okkur, sem að bæði samband til sveitafélaga, þau eru svona veik skólalega, þeir hlusta bara á einhverja prófessor upp í háskólum sem eru haldnir svona einhverju svona óttaði mælingar og einhverju frjálsræði að skólarnir hafa fullt frelstir til alls enga mælingar. Manni finnst að alla samrændar mælingar, þess að bara hent út gluggan. Þú veist, á einhverjum ákveðnum tímapunkti, mann veist að skrítið að fólk er eitthvað stressað að fara í samrænt próf. Ég meina, þú veist, þú þarf bara að vera drullu stressaður fyrir fullt af hlutum í lífinu og það er bara erfitt og kannski er þetta þá bara, ég meina, þá gengur þið bara svona eða hinsegin og það er bara partur af þessu. Og maður sá þetta koma fram í þegar ég var í skóla, þá fékkstu einhvern frá 0 til 10. Svo allt í einu fór ég að sjá að, þú veist, það var farið að gefa A, B, C, D og ég fór að spyrja af hverju. Já, A var einhvern á þessu bili og þú veist B og þú veist og mér fannst svona að verið svona, já ok, þannig að þú ert komið svona einhverja bil. Þetta er svona svo þetta sé svolítið óljóst. Já, þetta virkaði svolítið til þess að særi ekki einhvern. Og svo allt í einu þegar fólk var að fara að átta sig og þeir eru einhvern gjöf, þá er þessi breytið liti. Og þú veist, nei, alveg tala. Þetta er kannski ekki alveg svo lístir í því. Nei, en þeir skilur, já, ok. Þetta er skelfilegt, sko. Hvað veist þið einhvern bláan? Þú veist, og hvað þýðir það? ABCD er ekki 8 til 10A og svo hitt. Það er ekki þannig. Nei, það er ekki þannig. Þannig að þetta er náttúrulega búið að vera, hugsaðu, þetta er búið að vera í gildi frá 2013.
og það þú veist, samfélagið veit ekki hvað að gerast Það veit ekki hvað það Nei, engin, sko. A er bara ákveðin svona textabútur sem stendur Já. bara hann getur þetta svona og B er annar textabútur, þetta er ennþá óljósara og það stendur meira í sín námskránni að megin þorri nefnda fær B. Það þýðir bara það að það er búið að stýra samkvæmt reglugerðar ríkildi sem námskráin hefur að bara megin þorri nefnda fær B og þetta er náttúrulega andverðilega samfélag sem Já, þá líður einhverjum allan að illa og þá bara allir B. Ég man að það kennar við Stanford, hann gaf öllum 7,5, hann komst þeirri niðurstöðu að þú veist, bestu nefndinni þeir eru ekkert rosalega ósáttir og þeir vestu eru allir sáttir og hann gerði 10 ár, hann gaf bara öllum 7,5 og komst ekki upp hann fyrir sko, þetta áratug. Já, en þetta er sko einkunnagjöf í skólum, hvað sem þeir eru, sko hún verður að vera þannig að það sé góð dreifing á henni. Ef með einhverja kvarða sem frá 0 til 10, að það sé bara dreifing frá 10 niður í 1-2, vegna þess að það gefur þá rétt að mynda stöðu nemendana og þeir fá réttar upplýsingar sína eigin námstöðu. Það sé ekki vera að blekkja þá í einhverju vitleysu og svo þau farið í framhaldsskóla að þeir verið bara brottfalla því það er búið að vera að halda ykkur á þeim sem er rán. En hver eru rökin fyrir þessum breytingum? Bara, hvernig var þetta rökstutt? Ég er margspurt af því Okay. og rökin eru að ákunnuleiti það að OECD fariðist í þessa átt að svona einhver hæfni miðun en ekki þekkingamiðun. Það eru náttúrulega ekki rök í sjálfu sér. Nei, en svo breyttur þessu í bókstafi og það var bara þeirra fjarlægast tölustafakerfið til að það var eitthvað öðruvísi. Þeir geta haft blómanna líka eða húsdýr eða eitthvað sko. Þetta er engum máli sko. En þetta er óbáslega veikt. En mann er veltið í svona fyrir sér, þú veist, þegar eitthvað svona er gert, þú veist, að það er hægt að þegar að sko ríkið að stofnanir hægt að safna tölum og tölfræði með einhverjum hætti, þá líður manni alltaf eins og sé verið að fela eitthvað. Já. Þú veist, þeir gera þetta í Svíþjóð, það voru bara sett lögum það að það mætti ekki fjalla til með sólulega eða löglega innflytjendur sem að góðu kalla, þú veist, að því að það var rasíst og það var því keypt út og Bró sem var að taka sem að glæpa tölfræði sko, að hún gaf út orðið skýrslur og margra ára fresti sko, svo þannig að það var ekki hægt að fylgjast með þessu og svo verið að breyta alltaf samantektunum, það var alltaf eins og það var alltaf skilgreiningar breytt, þú veist, og vika og eitthvað svona. Ég upplifði þetta svolítið svona, þú veist, það er búið að drulla á sig, það er einhverjir með allt niður í sig og svo er einhvern veginn breytt yfir það með því að vera með, þú veist, stafi og liti og einhverjum svona bull skilgreiningar sem engin skilur að því að það er ekki hægt raunverulega að mæla hversu illa hafi staðið sig, svo kemur einhver skýrslaðinn, þeir eru helmingurinn að drengjum okkar geti ekki lesið sér til gags og maður bara svona, það er rosalega niðurstaða. Já. Er það þá C eða D í restur? Já, sko, það er það eru C eða D, já. En í þessu er náttúrulega, sko, já, þú strax búin að læra fullt, sko. En í þessu felst ákveðin sannleikur að menn hafa engan áhuga að fá okkur að grjótharða tölfræði sem er þetta að benda á. Akkurat. Vegna þess að ef að stjórnmálamenn í sveitarfélögum fá tölfræðina að skólandi þínir skori bara einhvern veginn larra heldur þú ætti að gera, þá þarf það að fara að vinna ykkur að vinnu. Fólk hefur ekki þurft að vinna neina vinnu kring grunnskóla eins og þeir eru núna. Þetta er bara mallar áfram og svo er bara spurt hvernig gengur. Það gengur bara vel. En eiga kjósendur ekki heimting á því og þeir sem eru með börn í skóla og þeir sem eru að greiða útsvar og skatta hérna í landinu, eða ekki heimting á því að þetta fólk vinni ykkur að vinnu og þessi safna saman tölfræði þannig sé að mæla þetta almennilega og mæla árangur. Jú. Og haga þá seglum eitt vindum. Ef þú ert að ná árangur þá höldu áfram í þá átt. Og ef þú ert ekki ná árangri, þá höldum við ekki áfram í þá átt. Akkurat. Það er tildur einfalt. Og þeir sjá hvað skórin kreppir hjá börnunum sínum, að þeir fái sko niðurstöðu, við varum með námskrá sem segir til það hvað á að kenna, sem er góð, sem er auðvelt að sjá nákvæmlega hvað á að gera, svo þá mæla bara úr henni, jöfnum höndum, bara frá því að krakkarnir eru litlir, og sjá hverja framfærinni verða. Sumir náttúrulega eru aldrei kannski sterkir á bókina, en þeir geta náttúrulega framförum, þrátt fyrir það, geta ná meiri framförum heldur en einhver aðrir sem eru sterkir á bókina. Fólk hefur alls konar styrkleika sko. Bursið frá því, en krakkarnir og fóreldrarnir og kennararnir að fá að vita hvernig þeim gengi með hina og þessa hópa. Hvernig gekk mér með þennan hóp og fá endurgjöf miðað bara aðra hópa í landinu. Já. Þetta er bara, þú veist, fyrir bestu kennarana er þetta sko himnasending að fá svona. Fyrir vestu kennarana, þeir vilja náttúrulega ekki láta afhjúpa sig heldur. Já, og svo er það bara þannig að því miður hafa skólamál verið í sveitarstjórnarkosningum svona frekar aftarlega meira. Það er meira sko einhver leikskóla pláss. Ég skil alveg sko, það trompar eiginlega allt sko, en og það er nú búið að vera í ólistri alveg ótrúlega lengi. Já, en þú sér bara komum inn á það síðan ef að eitthvað ríki væri að skora eins og Ísland í PISA,
eitthvað annar ríki en Ísland, þá væri hérna bara náttúrulega skötu óverðir. Þegar hérna Svíjar og Norðmenn hröpuðu sem mest, sem voru fyrir náttúrulega mörgum árum, það var allt vitlaust, það var stanslaus umræða í þinginu og hvort ekkert annað að. En hér bara kemur eitthvað sko... Alltaf vont veður hérna þessum mót. Ég meina þessi umræða byrjaði bara með viðtali sem ég fór í með Hólfríði hérna hjá Mogganum sumarið 24. Þá byrjaði þessi sterka skólaumræða. Fyrir það var þetta bara sko skólamenn sögðu PISA, það bara mælum bara eitthvað svona smotteri og bla 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 og gerði bara lítið úr prófinu sko. Nú er ég ekki að tala alla en ótrúlega þessi elita sem bara voru að selja kennurum og selja sko samfélaginu að þeir sko hafi höndlað eitthvað sannleika. Það búið að molna undan þessu aðferðafræði og þarna sín þeirra stanslaust frá aldamótum. Og það er einhvern veginn, það hafa svo fáir einhvern veginn svona djúpa þekkinga á þessum málaflokki að þeir þori að fara út í þetta. Svo er líka annað, Jón. Og það er að þú myndi aldrei fá heiðarlega umfjöllun þetta því að allir á Ríkisútvarpinu aðhyllast þessa hugmyndafræði. Allir á Vísi aðhyllast á þessa hugmyndafræði. MBL þeir larpa sem íhaldsmenn, helmingurinn pluss eru bara einhverju lippar, skilur við, það eru einhverju nokkra hræður eftir sem eru alvöru íhaldsmenn og þeir eru allir svo beygðir undir en það frjálsundisrugl, það er þó ekki að segja neitt. Þannig að þú færið aldrei sko menn að býja eftir einhver svona umræðu, hún mun aldrei koma nema menn fari og fleiri eins og þú á fari og taki þessa umræðu af einhver alvöru og ráðist á rót vandan sem er þessi frjálsunda hugmyndafræði sem að, þú veist, þetta væri ekki svona ef við hefðum ekki leyft þessu fólki að komast upp með þetta. Nei, ég bara... Ég langar að spyrja þig, Jón, hérna sérstaklega því að nú hef ég verið að fylgjast mikið með því sem það verið að segja og ég hef búin að vera mjög hrifin að því. Mér langar að spyrja hvort að þér finnist þú vera stundum vegna þess að nú ertu þó þú sért nýkomin inn í hann, þá ert þú í flokk sem er búin að vera einmitt í ríkisstjórn seinustu ár og í langan tíma undan. Finnst þér það hafa kannski skemma á einhverju leiti kannski trúverðuleikann á því sem þú ert að segja að vera í flokk sem að í rauninni kemur úr stjórn á vissuleiti ber ábyrgð á vandamál þó að ekki alltaf verið með ráðuneyti sjálf? Já, ég finn það alveg að ég fæ það oft í andlitið sko að menna er þinn flokkur ekki búin að vera stjórna sko síðustu 20-30 árum meira minna sem er bara rétt og Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekkert sinnt þessum skólamálum eins og það nætti að gera. Ég bara get algjörlega tekið undir það. En ég segi bara með þann árangur sem skólatin sem ég hef starfað við og það fólk sem hefur verið þar, svo tölfræði sem birtist þar, hún er bara þess eðlis að ég get sagt að Sjálfstæðisflokkurinn sé svo eini sem að ræði menntamál okkur í viti núna og þrátt fyrir að vinir mínir í miðflokknum séu að teiki aðeins og sérstaklega hann er með mér Snorri Másson í allsherjar- og menntamálnefnd og Sigmundur Davíð og ég finn það alveg að þeir hafa löngu áður ég fór á þing þá voru þeir með myndust á mig sem skólamann, höfðu meira áhuga á því heldur en margir aðrir en sko bara það ef allir skólar hefðu komið út eins og réttarskóli árið 2015 þegar við fengum síðast niðurstöðunar fyrir PISA þá erum við hæstirinn OECD í PISA. Þá varst þú skólastjóri? Já, búin að vera skólastjóri í nokkur ár og síðan ég veit árið eftir 2018 þá fengum við ekki lengur niðurstöðunar. Þannig að þú ert þarna í þessari nefnd að verðleikum mjög augljóslega. Já, ég vil meina það. Já, ég meina þú veist, og svo bara, það er svo margt annað. Það er bara, einelti í skólanum undir 2% í 15-20 ár, með meðaltalið 14% annar staðar, ódýrasti skólan í Íslandi, lítil starfsmannavelta, lítil veikindi starfsmanna, ánægði foreldrar 97% með skóla. Þetta verður endalaust svona. Þannig að ég hef Getur ekki gert eitthvað franchise sem við getum bara sett á alla skólana? Jú, þarna Inga Sælandur nú að reyna að húka mig inn í það með einhverjum hætti. En þetta þess vegna eiga skólamenn erfitt með að mótmæla því sem ég er að segja. Því að ef ég væri einhver annar og hefði ekki þennan árangur, svo náttúrulega þá myndið bara afgreiða mig sem einhvern pappakassa sko. Og þá er það bara afgreitt eins og þeir gera það flesta, eins og viðskiptaráð sem er ofta gagnrýna bara á mjög réttmætan hátt alls konar hluti, þá er það bara einhverju nýfrjálshyggju menn sem eru bara í einhverju rugli sko. Þannig að en aftur á spurningunni með það, já, ég finn það alveg að ég vissi það því kæmi fram sem sjálfstæðismaður að þá myndi ég ákveðlega gengisfella það sem ég er að segja og það er bara þannig, en ég held að það fólk ef ég myndi spyrja það fólk sem að segir ljótustu hlutinu með á internetinu og ég myndi spyrja það síðan, vilt þú að börniðin eða barnabörniðin myndi koma í skóla þar sem ég er að vinna með þá hugmyndafræði sem ég er með
þá held ég að 99% af þeirra myndi segja já sko, en þú veist, svo bara pirrandi að hlusta á einhvern mann eins og mig vera talandum að ég hafi nánast höndlað sannleikann sem ég hef ekki gert, en ég veit alveg sko, ég veit hvað það er sem þarf til að búa til gott lið til að ná árangri í skólastarfi, ég veit alveg þú veist hvað þú þarft að hafa í metnað og hvað þú þarft að hafa í ástríðu til að keyra skólastarf þannig áfram að börni inn í skólanum að þau dyrki í raun kennarana sína og skólastjórnendur og þau langi að mæti skólan og þau langi að gera vel fyrir hverju sitt, þau langi að ná árangri og ef þau ná ekki árangri þá eru tilbúin að bæta sig, en þau séu ekki einhvern veginn skurðir á milli sko heimila og skóla, heldur eru brýrat á milli, foreldrarnir eru allir tilbúin að koma bara, ef myndi segja, það þarf að þrýfa klósetinni, þá myndi senda út tölvupóst, þá verður 100 foreldrar komni til að þrýfa klósetin. Þannig er stemningin þegar þú býr til góða skólamenningu sem er jákvæð uppbyggileg og þess vegna hann komast upp með að hafa færri starfsmenn á göngunum, þess eru ódýrust í skólinn, þannig að það er allt til alls þarna, en borgin hefur ekki verið að horfa til þessa að þetta er gegn þeirra sko stefnu og við lefum krökkunum líka sem er mikilvægt að velja sko hópa í starffræði íslensku, ensku og dönsku eftir hverju stödd í náminu. Þannig að mjög sterkur þá ertu kannski 25-35 manna hópi og mjög, hann stendur höllufæti, þá ertu kannski 5-12 manna hópi með sterkum kennurum. Þannig að við nýtum sko, það er okkur svona samleið sem felst í þessu að íta undir hæfileika og getu hvers og eins og við horfumst bara í augu það, börnin velja þetta sjálf og þau horfast í augu sjálfan sig. En ef þú ert dogmatískur jafnaðarmaður eða lippi og vinnur í ráðhúsinu og þá er þetta náttúrulega bara óþægilegt. Já, þú vilt ekki hafa þetta. Nei, og þú vilt alls ekki fá svona tölfræði og einhvern samaburð það sem horfir, og enda hefur skólinn aldrei fengið neina athygli neins staðar, ekki þú veist, aldrei verið talað um hann sem eitthvað sko. Nei, þeir hafa hatað þig. Já, það er magnað. Ég ætla ekki að segja þeir að hata mig, en það var samt þannig. Þeir eru allan að sópa undir teppið. Ég verð nú bara að segja það, þú veist, ég hætti 2008 sem skólastur, ég var búin að fá nóg á borginni, fór bara út og það var ekki. Já, og svo var ég hérna álpaðist inn, ég var aðstofamaður á þeirra í ykkur 8-9 mánuði og það var ekki góða tími og svo ákveði það að fara aftur inn í skólastar, ég gæti ekki slitið mig frá þessu og þá vildi borgin ekki fá mig aftur. Þrátt fyrir sko það sem skólinn við skilum afgangi. Þrátt fyrir að vera með besta árangurinn á þetta skólum. Já, þarna ertu með bara andverleika samfélagið, algjörlega. Það var líka því að ég þegi ekki. Já. Þú veist, ég hefði bara getað þagað um þetta svo bara mallað, þá hefði kannski alveg svona liðið það hvað ég var að gera, eða ekki ég, þetta er allt samfélagið sem gerir þetta er bara líka bara samstarfsfólk mitt upp í skóla. Það sko, þú þarft að smita það á þessum góða vírusi hvaða þarf til að sko ná árangri og fólk beri ábyrgð á sjálfum sér. Það er svona ábyrgðarleysi almennt er að auka svo mikið að kennari sem einhvern nemendahóp að hann sjáu bara nemendahópum fyrir sér ef þetta var allt börnin mín, hvernig myndi ég vilja að þeir komið fram með þau, hvernig sem þau hegða sér að gera og ná árangri og þegar krakkarnir finna að þú veist Sverrir er búin að gera eitthvað af sér og hann sjálfsögðu og ég tala við hann einan en smánar ekki fyrir fram hérna, hann finnur hann alveg, mér þykir vænt hann og mér langar hann gangi vel, hann skilur bara drullast til að laga þessa hegðun og hann finnur það alveg og segir alveg já, ég ætla að gera það og hann lagar hegðununa í stað þess að ég smána hann og kalla hann öllum ítlun upp. Ég var bara með svona kennara, ég var mjög erfiður í grunnskóla, ég er reyndar ennþá mjög erfiður, ég var með svona kennara, tók og bara það voru engin hegðunarvandamál þegar ég var hjá henni. Akkurat. Og svo fór hún í veikindaleyfi og kom einhver annar kennar inn og ég endaði bara háalofti. Treysti sér ekki til að hafa mig. Akkurat. Það kemur hún aftur og bara hvers verður, hann er bara eitthvað í námsverinu og bara hann er ekki meina námserfiðleika, skilur. Já, þetta er staðan. Já, og þess vegna þurfum við að fá fleira svona fólk eins og þú ert að lýsa þessum kennaraðinum og ég er alveg með leiðina við það líka. Það er að stytta kennaranámið úr 5 árum í 3 ár. Leið og styttir það í 3 ár og því að námskráin í kennaranáminu er bara eitthvað rugl sko, getur bara köttað út bara, þú veist, 2/3 bara að það hafi nokkur áhrif sko. Það er bara staðan með kennaranámi. Já, bara hún er það er ekki góð staða þar. En ef þú ert með 3 ára praktist nám sem veitið sko örugstarfsréttindi og ágætislaun til lengri tíma, þá farið gríðarlega marga umsækjendur og þá getur þú fara að velja úr inn í námið, það sem vera að grenja inn í það núna og það er miklu að vera að fá sterkar nema í upphafi, alveg svo bara með fótboltalið, að fá einhvern í grunninn sem getur spila fótbolta í stað þess að það sé bara einhvern sem kann ekki neitt og hann æfi í 5 ár og farið síðan í liðið.
og þetta er leið sem myndi spara ríkinu fullt af peningum og þetta myndi sko bæta gæði kennara alveg mjög mikið og þetta myndi bæta gæði náttúrulega bara kennslunar og nefndunum myndi ná miklu meira árangri en þetta er bara svona eitthvað svona stolt og eitthvað svona mál við þurfum 5 ár til að verða kennarar við vorum með 3 ára nám við vorum eins og með 1 árs nám einu sinni sko og þeir kennarar alveg bara frábært. Málið er það er ekkit samræmi að innan háskóluna með sko hversu mikið vinna er lögð í þessar einingar sko. Og ég var til dæmis raunvísindadeild og það var bara stórkostlegu munur á hvað þú fékkst fyrir kursa í raunvísindadeild eða voru kenndir við aðra deild, þá fékkstu færri einingar fyrir þá. Mitt. Þú veist, og maður bara býtu af hverju, þeir eru að fá 10 eða, þú veist, 15, en ég væri 6, þú veist, af hverju það? Þú veist hvað ég meina? Þetta er bara, og þetta var svo augljóst og þá fór ég að hugsa bara, þú veist, þetta er nú eitthvað skrítið, þannig að fólk eru raunvísindadeild, það þurfti í rauninni að leggja á sig miklu meira til þess að fá það sem að hinir fengu. Mér finnst þetta, þú veist, þetta er góð punktur. En ég verða, sko, bara þetta með... Ég ætla að skjóta hérna að nafni hérna, þetta er nú alveg ágætt, ég hef nefnilega talað mikið um þessa styttingu á kennaranáminu og ég reyndi meira að segja þrönga því í gegnin í stefnu á landsfundi miðflokksins. Ég er í kennaranámi, ég hef verið feimin við að hérna, tala það vegna þess að ég er ekkert að grínast með það að ég er skítrættur bara afleiðingarnar á námi mitt sem að þegar að fólk ákveðist, þegar aktivistar sem að eru kennarar komast að því og ég bara er smekkur að ég verði annarkvort feldur eða fundin afsökun fyrir að vísa mér úr námi, þetta er það slæmt sko. Já. Og hérna, en ég er forvitin um eitt, ég er sérst að meistarastigi, ef að námið yrði stytt, ef maður rétt var ekki Þorgerður Katrín sem að kom á þessari lengingu upp í 5 ár. Ég er eina og svo er alltaf kennarsamtökun tóku undir það og þá með vonum sko herri laun. En já, ég ætlaði að mynd sko ef að þetta verður stytt aftur niður í 3 ár, yrði einhvers konar, hvað maður að segja, umbun fyrir þá sem að lögðu á sig 5 árin því að tala nú ekki ef að sko, ef þú eyðir 2 auka árum í nám og tala nú ekki að þú myndir taka námslán fyrir því, þá ertu komin með kannski á nútíma 15 milljón króna mun á því sem að kostaði þá aðila að mennta sig fyrir sömu réttindi. Ég er ekki að fara fram á nettið en ég bara er forvitin, yrði eitthvað svoleiðis skoðað? Hefur einhverja skoðun að því? Já, ég er mikla skoðun að því og mér finnst það sko árafjöldi námi á ekki að vera einhver áður svona einhvern launateka, það er bara hvað þú gerir í náminu og hvað þú gerir í vinnunni, hvernig þú stendur í vinnunni, hvað sem er búin að vera sko með 2, 5 eða 20 ára námum bækinu. Þess vegna ég mjög hef sagt það og maður þú eru nú alla að segja að ég myndi vilja afnema löggildingu kennaranámsins, að kennarar það sé löggild að vera kennari og láta skólastjórarna bara velja besta fólkið inn, hvort sem það eru með kennaramenntun eða ekki, vegna þess að það gerir ekki sjálfkrafa betur en að næsta mannið ef þú ferði í kennaranám. Þú getur verið með kennara bara guðsnáð, alveg svo þú getur verið með leikara guðsnáð, þið sjáu það bara, það geta allir bestu leikarar landsins menntaði sem leikarar, þeir hafa bara þessa náðargáfu og kennsla ákveðin leiti þannig líka, það er náðargáfa sem þú hefur og þess vegna fælir þetta 5 ára nám ótrúlega marga sem eru með það náðargáfu frá náminu. Já. Og þess vegna hef ég sagt þetta að það bara verið valdið skólastjórana, auðvitað þú veist, ef ég fæ 2 menn og ég þekki það ekkert og annar er búið með kennaranámi hinn ekki, þá myndi ég ráða þessum sem búið með kennaranámið, það gefur augaleið sko, en ef ég hefði sögur af öðrum sem hefði nátt gríðarlegum árangri og hann væri þú veist, með einhverja aðra reynslu eða menntun, þá myndi ég bara hygglust ráða hann, frekar heldur en þann sem er með þessa menntun. Þannig ég svari spurningunni, ég segi ef þú ert bara að bæta við þig út orðin frá ennþá betri kennar heldur en næsti kennar að þú bætti við 2 árum, þá finnst mér að það ætti að umbuna það fyrir það, en ekki bara fyrir það að hafa verið 2 ár í aukalega í skóla. Og líka, er það ekki... Ég langar aðeins að skilgreina það sem ég meint í rauninni ég er ekkert á því að þetta 5 ára nám gerði það betri kennara. Ég er nú bara að menna að því að þú ert skildaður í það til þess að fá réttindin. Já, ég skil. Þá er bæði vinnumissir og jafnvel, auka kostnaður við að vera í námi sem að fylgir því. Það er svona það sem að ég er að í að. Já, akkurat að það sé svona skaðabótamál í raun, sko. Já, í rauninni, já. Fyrir það sem að þurftu að gera þetta á þeim tíma. Já, þetta er náttúrulega partur af því að menn sko
heikjast á því að gera þetta og pæla í þessu. Já. Það þorir náttúrulega enginn að ræða þetta upp átt. Nei. Það segir þetta, þú Jón hefur nefnt þetta, ég hef nú heyrt það, en það eru örfáir sem nefna þetta. Við erum að tala líka leikskólakennarar. Við erum með, 5 ára nám þar. Þetta er mjög sérstætt, sko, og menn eru að tala að maður tali námi niður, að tala niður til leikskólakennara með þessu, alls ekki. Sko, fólk sem er að vinna í þessum geira er venjulega, sko, það er einhver hugsjón, einhver ástríða, þannig að þá að lyfta þessi fólki upp, en að þessi 5 ár til að læra það að vera grunnskólakennari og leikskólakennari, það er algjör fyrra að mínum mati. Mér langar að koma þessi inn á leikskólanámið. Nú er ég með einn ungan pilt sko á leikskóla og það er mikið af góðu starfsfólki og mér skilst að mörg sveitafélög hafi bundið þessi ágætu leikskólakennara við sko 36 tíma vinnuviku sem þýðir að, og ég meina flest börn eiga allanlega úr með einhverja deild að þá eru ábyggilega helmingur á börnunum myndi ég giska á það sem að foreldrarnir eru að vinna 8 tíma vinnudag sko, sem þýðir það að þeir þurfa að vera með fleiri heldur en nemur sko, ef þú ert með 36 tíma vinnuviku þá augljóslega vinnaðu ekki 8 tíma á dag alla daga, þannig að þú er kannski að tvíma einhverja vaktir, þú veist, það þurfa að vera fleiri sem að vinna þér og þetta þýðir þú ert að ráða inn fleira fólk og það eru alls konar problem sko, í staðan fyrir kannski að leyfa þeim bara að vinna 40 stundar vinnuviku, jafnvel meira, það er kannski sum börn sem að eiga foreldrar sem þurfa að vinna þess lengur, þetta myndi hækka þeirra laun og ég tala nú ekki ef að þessi skipulagsdagar getur verið helgar, þú veist það sem að allir foreldrar eru meira og minni fríi og ekki það að ég skil ekki að fólk þurfa að skipuleggja sig en þú getur bara fengið þá í yfirvinnutíma. Þá ertu bara komið með betri laun, þá ertu bara að hækka laun leikskólakennara, ég vissulega verður með færri leikskólakennara en þetta er svona allavega tillaga sem manni dettur í hug að vera svona frekar augljóst í stað, þú veist og það er mannekla og þá má leysa það einhverju leiti. Nú það er hægt að borga foreldrum til að vera heima með börn, mér skilst að kosti sko á 300.000 barn á mánuði í leikskóla þegar allt er tekið til. Þetta er heldur vegleg sko heimgreiðsla fyrir kannski einhvern sem með 2-3 börn sko. Að gera þetta. Já. Þetta er sko, ég var nú bara að hlusta á hana Hlédísi Maren, hún var að tala við Frosta og hún nefndi aðra tölu en þú, hún nefndi 500.000 á barn kostaði í leikskóla. Ef við myndum ímynda okkur það bara að foreldrar fengi helmingina því, 250 skall í heimgreiðslur, allavega fyrstu 1000 dagana sem eru mikilvægstu dagar í lífi barnsins, varðandi máltöku og tengslamöndun. Og það var bara áhrif á allt þitt líf ef þú nærði ekki almennilegu tengslamöndun við þína nánustu og málþroskinn, hann nær ekki að dafna almennilega þessum tíma, þá myndu eiga í erfiðleikum allt þitt líf með tengslarof og tengslaröskun og þá bara að ná að lesa þetta gags. Þannig að ég held að margir foreldrar myndu velja það að vera heima og þá myndi létta á leikskólanum akkurat. Töluvert sko og þá þyrftum við ekki margar leikskólakennara en það sem feillin í að segja með styttingu vinnuvíkunar, menn gerði ekki ráð fyrir því að það þyrfti meira fólk einhvern veginn inn og þetta kostaði ekki neitt. Þetta heyrði við í grunnskólanum, við ætlum að stytta vinnuvíkunar þar en það átti ekki að kosta neitt og þetta er svona jafna sem bara gengur ekki upp. En samt fenguðu bara að heyra 2 + 2 eru 8. Víst eru 2 + 2 eru 8 og maður bara, nei það er 4 en svo bara, þetta eru aðstæða, vinnuaðstæðna sem maður Vistu hvernig við styttum vinnuvíkunar síðast svona með afdrifaríkum afleiðingum? Ég held að það verið 1971 þegar viðreistarstjórnin fellur og Ólafur Jónasson tekur við og þá er einmitt stytt vinnuvikan og sama tíma voru laun opinberra starfsmanna hækku verulega og þetta er eitthvað versta verðbólguskeið bara í sögu Íslands. Já. Það er svona áhugaverð staðreind sko, víst að við erum að tala þetta sko. Og þetta líka með að stytta vinnuvikuna, þá eins og þú segir, þá þarf bara fleiri stöðugildi til að sinna sama verkefni. Akkurat. Og hvað það þegar skortur á og verri laun. Já, akkurat, þetta er alveg helst í hendur. Þetta er svo galið með einhverjum hætti að þetta hafi þetta átti einhvern veginn að sko þetta fer gegn markmiðum sínum þess að þetta átti að skapa betri lífsgæði fyrir þessa einstaklingar sem voru að vinna hjá þessum stofnunum sem það gerði ekki. En mér langar að koma inn á annað sem að maður tekur eftir og það er náttúrulega mjög mikið af góðu fólki sem er erlendu bergi brotið sem er að vinna á leikskólanum. Já. Og það talar ekki íslenska tungu eins og ég og þú og það þýðir ekki að það ger ekki vel, þetta sé ekki frábært fólk skilur og bara kann rosalega vel að meta það. En þetta hlýtur að hafa áhrif á tungumálþroska og
Ég veit ekki hvernig mætti bæta úr því, það mætti kannski hafa einhver íslensku námskeið eða þú veist, það mætti þjálfa betur upp eða þú veist, kannski þetta leysist ef að þú veist, að það er minni krafa út af því að það er borgað heima börnum eða hvernig sem að mætti leysa það. En maður veldir í náttúrulega fyrir sér, þú veist, ætla að þetta hafi áhrif á til dæmis lesskilning og getu, þú veist, og heyrir ekki orðin eins eða þú segir þau ekki eins eða þú ert lengur að læra þau, þú veist, ég veit það ekki. Já, ég er búin að reynda minnast á þetta lengi og mér þótti stór furðulegt þegar menntavistasviðið var með leikskólabraut fyrir útlendinga sem sagt fólk að Erlendabergi brotnu til að það geti lært íslensku á leikskólanum sem sagt Á leikskólanum, í vinnunni? Í vinnunni. Okay. Á leikskólanum þarf að vera fólk hver og einn og einasti sem talar mjög góða íslensku. Það þarf að vera að baða þessa krakka upp úr íslensku allan daginn, sérstaklega börn að Erlendabergi brotin. Þú getur ímyndað að þú byrjir í einhverju hverfi þar sem stór hluti er innflytjendur og er ekki til íslenska heima, pólska heima kannski, horft á pólsjónvarp, svo fer í leikskólan og það til pólska þar líka. Já. Frábært fólk og gott fólk og er að vinna góða vinnu. Það er það nefnilega sko. En þessi krakkar verða aldrei hluti af samfélaginu almennlegir ef þeir ná ekki tökum á tungumálinu. Það er líkitinn að því að verða Íslendingur. Það er það að ná fullkomnum tökum eða góðum tökum á tungunni og þetta bjagar líka bara sko tungumálakunnáttu barnanna sem eru með íslenska foreldra þegar þau fara kannski að tala ensku eða eitthvað annað. En strákar, það er augljóst að útlendingar í því magni sem við verðum að fá þá inn til Íslands undanfarin ár, þetta er ekkert peningaspurning, það vantar ekkert pening, það bara er ekki til nógu mikið af fólki til þess að kenna þessu fólki, þú veist, þó að við myndum dæla endalaust pening í þetta, að það væri aldrei hægt. Það er líka góð punktur, aukning, það er engin möguleiki. Þetta er algjörlega dæmt til að mistökast. Já, það er Ég þarf að skjóta þess inn í með þetta að fyrsta lagi þá þegar við erum búin með leikskólamálin þá ætlum við að fara nokkuð vel í kommentin sem eru komin. Það er búið að koma mikið af mjög góðum spurningum. Já. En sko ég get alveg staðfest það að dóttir mín var á leikskóla meðan við vorum á Íslandi og það var alveg frábærir erlendir starfsmenn. En nú erum við á Spáni og ég skil ekki alveg sko ég skil ekki alveg hennan hugsunahátt að við þurfum einhvern veginn að breyta störfum svo að fólk sem talar ekki tungumálið geti unni við þau. Mér finnst þetta bara galið því að hér, þú getur ekki einu sinni látið þig dreyma að fá vinnu á leikskóla eða skóla nema að tala tungumálið. Þú getur ekki látið þig dreyma að vinna á þessum stöðum nema að vera með menntun í það og þetta er algjörlega að skila sér. Dóttir mín, hún byrjar á leikskóla hérna á Spáni. Hún var bara strax, það tók hana mánuð að vera að koma með spænsku alveg til jafns á í íslensku. Það er bara vegna þess að hún er alltaf með fullkomna spænsku í kringu sig. Veistu hvort að námið sé jafn langt á Spáni eins og hérna á Íslandi? Það er ekki jafn langt, nei. Merkilegt. En þetta er merkilegt sko, hann sagði mér einmitt þegar hann flytur út sko að þá vorum við að tala saman og vorum að bera saman bækur sko að þau erum báðið með krakk á leikskóla og þetta kom mér rosalega óvart sko. Já, ég hef nú oft nefnt sko nákvæmna tillögu að leiða saman kynslóður að koma svona eldra fólki Mista frábærum. Já, inn á leikskólana að lesa fyrir krakkana, kynna fyrir þeim hitt og þetta og segja þeim bara sögur. Einmannaleiki líka háður oft sko eldra fólki og við ættum að hafa leikskólana nær elliheimilunum, mér finnst þetta frábær hugmynd. Þannig að en það er ekkert pælt í þessu, menn bara keyra áfram með ákveru og ég veit í Noregi, þið þekkið það nú kannski ekki að þetta er evrópski tungumálaraminn og það er bara skilgreint hvað þú ert góður í hvaða tungumáli sem er og bara þínu móðumáli og það er sem sagt þú kemst ekki í kennslu í leik og grunnskólum nema þú sért með ákveðina hæfni í norsku. Ég meina þetta er líka bara gert eins og í Bandaríkjunum ef þú ætlar að vinna ákveðin störf innan bandaríska ríkisins þá þarf að skora ákveðið á ákveðnum prófi sem að metur tungumálkunnáttu. Þetta er náttúrulega frekar augljóst við að gera þetta. Við erum ekki ég er allan ekki að tala fyrir því og útlendingar geta ekki unnið á leikskólum. Ég er bara að segja að við þurfum að gera kröfur ekki getur þess að tala tungumálið. Það er bara frekar einfalt. Og það fyrir hönd barnanna að muna það. Þetta er þeirra framtíð og þeirra lífsgæði. Akkurat. Ég var einhvern tímann að horfa á langar að taka eitthvað meira með leikskóluna, Jón. Já, ég skrifaði grein daginn og byrti hann á nútímanum þar sem ég var að tala ég sagði bara, erum við virkilega hissa á því að það sé að núna koma upp og fjölga kynferðisbrotum gegn börnum á leikskólum. Þegar þú ert í þeirri aðstöðu að leikskólar eru í þeirri stöðu að þú ert, ég veit að það eru margir sem vil ekki viðurkenna þetta og það er eitthvað tabú að tala um þetta, það getur hver sem fucking fengi vinnu á leikskóla.
hvaða mesti ónýtjungur svo lengi svo þetta ekki á sakaskrá getur fengið vinnu á leikskóla. Það fullt af aðilum og ég hef heyrt þetta meira frá fólki sem að tala það að ég fæ hvergi vinnu, að ég fæ bara vinnu á leikskóla ef ég fæ ekkert annað. Og þetta í alvöru hugsunarhátturinn. Þetta í alvöru, manneklan á leikskólum það mikil að þetta í alvöru það sem við erum að horfa á. Við erum að horfa á það að fólk sem hefur enga hæfileika, enga menntun og jafnvel ömuldi starfi, það ekki einu sinni reki þegar það kemst upp að það sé ömuldi starfinu sinu. Það ekki hægt að reka. Þetta gerist. Það er alveg rétt, já. Það ekki hægt að reka opinbera starfi. Nei. Þetta gerist og þáttur að fólk vil ekki endilega viðurkenna þetta sé raunin, en leikskólar eru það desperate, örvæntingafullir eftir starfsfólki og í kjölfarið þá setur maður sem nokkuð hátt settur í atvinnulífinu sé í samband við mig og bendi mér á grein þetta afleysingastofa, skal ég segja, Reykjavíkurborgar. Þar í dag leitar afleysingastofa sérstaklega eftir hæfu fólki í metnaðarfull störf á leikskóla Reykjavíkurborgar. Í boði eru full störf, hlutastörf og afleysinga. Svo kemur sagt hér að neðan og við höfum samband. Og vitið hverja kröfurnar eru? Kröfurnar eru bara engar. Og bara að vera viljur að mæta. Ekki eins og sakaskrá. Hvaða ógeð sem jú, það þetta sakaskrá fyrir ekki. Já, ok. Hvaða ógeð sem getur sett sér í samband og verið mættur jafnvel samdægurs. Og við erum hissa á því að þetta sé að gerast núna. Og bara, ég get komið með smá skúp, það var aðili að setja sig í samband við mig, það grunur kynferðisbrot á öðrum leikskóla núna sem hefur ekki komið í fréttir ennþá. Þannig að ég man þegar galið. Ég man þegar það kom upp hitt málið og þá komum við ljósa Ingimar sem með Frosta að hann var með Ballan Mólaborg. Já, og þú veist, og maður var svona bara, vá, ég hugsaði með mér, væri ekki svo auðvelt einhvern veginn að fyrirbyggja þetta bara með því að setja myndavélarinn í öll herbyggi. Foreldrar gæti jafnvel bara, þú veist, kíkt á börnin sín, væri það eitthvað leyndamál, þú veist, það var rosalega erfitt sko að ég veit ekki, að kannski þarf að hljóta við einhverja vinnureglur eða eitthvað sem hægt að setja upp til að vera þá að skipta á börnunum eða hvað sem það sko. Það vont að vinna með öryggismyndavélar sem hver sem getur horta á allavega, kannski inn á einhverjum stöðum sko, en ég held að sé gróft brot á persónu. Já, þetta ekki. Nei, það ekki á vinnustaf sko. Það bara svo lengi sem að það gæti trúa því að það mætti ekki skoða á öllum tímum, en það ekkit brot. Nei, þeir eru menn reyna að breyta ykkur verklagi að sé aldrei einn með ykkur börn einhvers staðar, en svo bara þetta brottar það endalaust og þeir sem ætla sér að brjóta þeir náttúrulega búa til þannig aðstæður, þeir eru einir. Það ekkit flókið sko. Að breyta verkferðlum, setja stýru og hóp. Ég held bara að það sé hægt að koma í veg fyrir þetta sko. Ég held að hljóti bara að vera sko. Já, auðvitað það hægt, en þá þarf bara einhvern veginn að metnan að vera meiri heldur en það sem Jón að lýsa hérna í starfsumsóknin. Nú ertu búin að vera í þessu umhverfi og þessi, þú veist, Létís tala 500.000, ég tala, það var hagfræðingur sem nefndi 260.000 mig, þú veist, kannski annars sveitafélag, ég veit það ekki, þú veist, eflaust mismunandi. Hefur það ekkert fengið einhvern svona hljómgrunn að fara að greiða með börnum heim þessar upphæðir, þetta er stóra upphæðir. Sko það eru feministar sem að stoppa þetta. Þær horfa á þetta sem bakslag í þeirra baráttu að þetta er að koma konun aftur á heimilið. Feministan hatar fjölskylduna, þau veitum alltaf bara afnemana 1970 til 80. Þetta er bara það sem ég hef séð í umræðinu, að þeir eru allar mótfallnar. Já, þetta er kvennabaráttan, þeir telli þetta bakslag alveg svo Kópavogsmódelu var. Þær eru á móti raunverulegu kvenfrelsi. Þær vilja fá stýra í hvernig konur. Já, það vilja taka réttinu frá þeim að geta valið sér fjölskylduna. Þetta er áhugavert sko. Það er vilja þá meina það að þeim sem stýrt í það gegn þeirra vilja sko. Já, það er feðraveldið. Það er nú fundur einmitt á eftir í feðraveldið. En það er alveg magnað að skoða svona frjálsustu samfélag í heimi, í norska og íslenska samfélagi. Já. Þau eru sko það sem fólk fær að velja mest og þar eru vinnumarkaðan kynskiptastur. Það sem fólk fær að velja sjálft það sem það vill gera, þar velja Jordan Peterson hefur einmitt komið mikið inn á þetta eftir því sem að vera frjálsari samfélag, því meira kemur fram munurinn og kynjunum, hann minnkar ekki, sem er akkurat þvert á þeirra kenningu, en þarna kemur hann náttúrulega inn á, þú veist, bara kynjafræði deild háskólans, hún byggir ekki á vísindalegum grunni, hún notar ekki vísindalega aðferðafræði og fyrir mitt leyti ætti bara að leggja hana niður vegna þess að hún er ekki vísindi, hún á ekki heima inni sem menntastofnun. Þau geti kannski stofnað einhvers konar, ég veit það ekki, eitthvað annað í kringum þetta en þú veist, kannski trúfélag en ekki, þá ekki að kenna þetta sko.
Nei, allavega ekki vera ríkistyrkir til að vera að gera þetta. Síðan eru þetta fólk sem að útskrifast af þessum brautum í háskólanum sem hafa ekkert að gera eftir háskólan. Þá er verið að skapa bara störf með innan sveitafélaganna og ríkisins til að sé eitthvað fyrir þetta fólk að gera. Það er ekki þessi pressa sem þú varst að tala um í byrjun þáttarins, að það er endalaust peningur að fara eitthvað jafnréttisdót og... Jú, það er alveg, við sjáum það bara, menn hérna á upplýsingar það hvað ráðuneytinu er að eyða í svona skúffufé. Það er milljónir og milljónir ofan að fara í alls konar þætti, alls konar verkefni, alls konar félagasamtök sem halda síðan bara út massífum pólitískum áróðri og þau eru þá bara styrta ríkinu til þess. Þetta er þeim pólitísku flokkum sem að henda því að styrkja þau. Já. Þú veist, þetta er augljóst. En svo sjáum við líka, það er ekki jafnrétt en jafnréttistofu. Nei. Þú veist, það var alltaf verið kynjahalli þar og við sjáum það heldur ekki í kynjafræðideild. Þú veist, þetta er eiginlega bara bergmálseldir einhverja kvenna með öfgaskoðanir. Þú veist, allstaðar það sem á að vera jafnrétti eða þá einhvern veginn hallar alveg gróflega á kallmenn og það er aldrei 50-50. Það er eins og það séu bara ekkert að vinna, það vilja ekkert jafnrétti. Þetta er bara orðið, bara eitt risastór, bara einhver sangkassi sko. Ég rak mér svona óþyrmil á það að þegar vorum að fjalla um kynja jafnréttisáætlun sem að þingsáætluna til að sem fór fyrir þingið og það var þarna inni alls konar dæmi að kynja greina bændastarfið og sjávarútvegin og alls konar þannig og ég fyrir nefndir Ég ætla að fá að stoppa þig aðeins, Jón, vegna þess að ég ætlaði að koma inn á þetta betur á eftir. Okay. Við ætlum að fara aðeins í komment og þetta, treystu mér, þetta býður okkar. Ekki síst vegna þess að ég ætla að varpa þeirri sprengju þess að ég hef verið svolítið feimin við að tjá mig vegna þess að ég hef verið bara smeykur að mér verið bara, námið verið bara eyðilagt fyrir mér ef ég kem út úr skápnum sem kennaranemi. En skal ég segja þér, ég get sagt það með góðri samvisku að í kennaranáminu sem ég er búið með, þá er ég búin að læra meira kynjafræði, fjölbreytileikan, heldur en hvað ég á að gera þegar ég labba inn í skólastofu. Ég ætla bara... Það er bara það sem þú varst að segja á. Já, kemur ekkert óvart. Við uppskerum bara eins og við sáum. Og, ég er búin að læra miklu meira það, fjölbreytileikans, skólamarkbreytileikans, kynjafræði og allt þetta heldur en hvað ég á að gera þegar ég lapp inn í skólastofu. Ef ég væri ekki með reynslu sem kennari og hefði ekki svona unnið með börnum og svona bara meirihlutana minni lífi, þá hefði ég ekki hugmynd hvað ég ætti að gera þegar ég færi inn í kennslu. En í náminuðinu hefur heyrt þessi orð sem ég ætla að nefna núna, þau eru rykkfallin, það er orðið árangur og þekking. Hefur þetta komið fram í þínu námi? Árangur og þekking? Ekki, þú veist, þannig, það eru náttúrulega góði kennara þarna sem að tala svona, en það er bara því miður er námið greinilega ekki byggt í kringum þessa kennara. Nei. Það er búið að skúpa þeim til hliðar. Já. Við uppskerum bara eins og við sáum. Hvað segir þú, Jón, viltu fara í kommentin núna eða? Já. Og svo tökum við kynngreiningar þar á eftir. Ég er að fara í lotu núna í vikunni í náminu, það er spurning hvort ég verið tekin að lífi þar, það kemur í ljós. Já, ég ætla að fara í nokkur kommentina og það er hún Helga Dögg Sverrisdóttir, hún er kennari. Segi kvöldið, það verður gaman að hlusta á hana þátt. Ég vona að Jón Pétur svari skilmerkilega því sem hann verður spurður þegar menntamálin ber að koma. Og ég var einmitt að minnast á það, Jón, eins og ég segi, ég hef verið að fylgjast með því sem þú hefur verið að gera og hefur verið hrifin á. Þess vegna höfum við ákvæðið að við komum kannski með nokkra spurningar sem verða kannski ekki svona auðveldara. Við höfum fulla trú á því að þú er eftir að höndla það vel. Svo kemur Bjarki Bjórkasti bara að taka Charlie Chaplin. Ég veit ekki alveg hvað það þýðir. Nei. Sama mamma segir afnemum skólaskyldu. Bjarki spyr, hvað finnst Jóni að skipta námsárangri sérstaklega út fyrir fjölbreytni? Fyrir mér virðist að vera vísund að vera að rústa menntakjörnum svo að fylla útlendingum. Já, vorum við ekki að svara þessu nokkurn veginn? Þessari afstöður rétt á hana, eða viltu bæta ykkur við það? Já, bara, þú veist, námsárangur, hann á að gilda og auðvitað reynir að taka til sem flestra, en við að meta hvern á verðleikum hvers og eins og óháð því hvernig hann lítur út eða hvað hann kemur. Einstaklingshyggjan. Og svo kemur Helga Dögg og hún er nefnilega meðlimur samtaka sem heita Drenglindi. Hefur heyrt þau, Jón? Nei, ég held ekki. Ok, þetta eru sem sagt samtök foreldra á Akureyri. Þau eru 3 sem að koma undir nafni vegna þess að þau hafa einfaldlega orðið fyrir aðkastin sem eru að mótmæla þessari stefnu þar í bæ. Meðal annars því að samtöki 78 fái aðgang að sjúkraskýrslum barna og annað. En Helga spyr spurning til Jóns Péturs, hvað finnst honum að foreldrar og kennara þurfi að búa til baráttuhóp til að verja
réttindi barna fyrir námsefni sem á ekkert erindi inn í skólakerfið. Ef það spurningin svona beint, þá það bara fáránlegt að það sé þannig að það þurfa með einhverjum hætti að vera að berjast gegn einhverju námsefni eða einhverju sem að sett inn í skyldu námsskóla. Það er ekki gott ef það er þannig. En það ekki gáttinni núna að það sé verið að reyna að koma alls konar fræðslu eða hvað vil kalla, aðrir kalla innrætingu bæði inn í leikskólana og inn í námskrána hjá bæði leikskólum og grunnskólum? Sko, námskrána á að stýra því bara sem er kennt og ég tel að námskrána sem er núna við líði, hún er það opin og það túlkanleg að þú getur sett hvað sem er í raun inn og reynt að finna einhverja stóð í námskráni. Þess vegna er hún líka vond og það er ekkert jafnræði í því sem að börn fá þá í kennslu, þau getur bara túlkað leiðavísina því sem þú átt að gera bara einhvern veginn, sko, sem er bara reynd rugl. En almennt á það ekki vera þannig að það sé einhvers konar verið að innræta hvort sem þeir eru lífsskoðanir eða eitthvað annað. Skólinn á að vera eins hlutlaus og hægt er í því og ef það er eitthvað þannig sem Helga Dögg er að velta fyrir sér, þá finnst mér það ekki gott. Ég meina, ef við erum bara alveg heilir, boðskapur samtakanum 78 er umdeildur. Þó að fæstir þori að stíga fram í almenningi og lýsa því yfir að þá er bara svona mjög stór partur þjóðarinnar setur stórt spurningamerki við það sem að þessi samtök hafa verið að kenna undanferða ár varðandi þessi kyn og fleira, og fólk veit alveg hvað ég er að tala um. Er ekki óeðlilegt að þessi samtök fái að breiða út þennan boðskap þegar hann er jafn umdeildur? Þú ert með ríkjandi, þetta er svona ríkjandi hugmyndafræði í samfélaginu sem að við erum með ríkisfjölmiðlinn sem að útvarpar þessu bara endalaust og svo ertu með svona flesta kennara sem aðhyllast þetta, alltaf mjög marga. Með heimildamindir eins og hatur. Algjörlega, að þú veist. Alltaf þær hefði fengið svolítið að styrkjum. Og ég meina, vísvitandi eru raddir sem að tala gegn þessu eru, með mennur gerðir annarkvort að eitthvað svona skrimslum, bara hommahattari eða eitthvað svona, bara eitthvað, þú veist, skortur og samkennd eða whatever. Er það eðlilegt? Og ég held að er þetta það sem þarf að gerast. Er að fleiri íhaldsmenn stígi fram og taki afstöðu með þessu, en staðan á íslenska hægrinu í dag og íslenska íhaldinu er þannig að menn eru bara of aumir og hræddir til þess að þora að stíga upp og standa í hárinu á þessu fólki, en ég held að ef þeir myndu gera það, þá myndur komast að því eins og Snorri hefur gert, hann bara komst að því bara, það er bara mikill hljómgrunn fyrir mínar skoðanir, en þú veist, mér finnst íslenska hægrið verið bara alveg steingelt fyrir þetta nokkra. Það er hérna bara fólk, þú bara upplifir það og finnur það og getur okkur fært rökk fyrir því, en það sem að er verið að tala um hér, sko, samtökin 78, þau, náttúrulega, hvað, voru þau ekki stofnuð 1978, var það ekki? Já, það er sko ártalið og þá voru það örgulega samtök sem áttu rétt á sér og menn voru að berjast fyrir sko þessi, þá voru bara samkynhneigð einhvern veginn fordandi í samfélaginu og menn Þetta voru svona raunveruleg grundvallar mannrétti sem að væri að berjast fyrir það. En undir þessar reglíf samtakanum 78 er orðið ansi stór hópur og eftir því sem að bætist í hann, þá held ég að samtökin verði alltaf umdeilanlegri. Og ekki gleyma því að það eru náttúrulega önnur samtök sem er verið að stofna til höfuðs þessum samtökum. Þetta er svolítið eins og feminismin, hann er bara svona búin að fragmentera. Já, og í þessu að þetta er alveg eins og þú segir Sverrir, þetta er svona ákveðlega viðkvæmt mál, en það er samt sem áður þannig að það sem hefur gerst núna síðustu 10-15 árin með tilkomu svona ákveðna tengsla rofa í samfélaginu í gegnum þessar skjái. Þegar börn eru bara frá því unga aldri að þau eru bara að horfa skjái, þau eru einanguruð, þau upplifa bara ekki eitthvað gegnum skjáin, auðvitað eitthvað með fjölskyldunni, en tíminn sko í leik, tími að umgangast önnur börn í beinum samskiptum, umgangast foreldra sína, systkini hefur minnkað dramatískt. Fyrir vikið þá verður til svona vond tilfinning. Oft menn kalla það kvíða eða tilgangsleysi eða eitthvað annars líkt. Og þegar þú upplifir það bara ungur og kannski 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ára og finnur að það er eitthvað svona óþægilt í lífinu á þess að áttir það á því. Ef þú far síðan einhvers konar lausn á því með einhvers konar hugtökum og einhverju sem að þú getur mögulega tengt við að það sé þetta. Kannski einhver svona hópur sem allir eru velkomnir í það sem allir með vera öðruvísi og þú upplifir ekki eins og þú sért að tilheyra einhverju. Það þurfa nefnilega allir að tilheyra. Sko. Þetta er parturinn af því bara eins og í gamla daga þegar sko umburðarlega þetta fólki í grunnskóla var reykingahópurinn.
þeir tóku alla inn, allir sem voru tilbúinir að koma er bara duttu inn í reikningahópin og það sama, sko það er ákveðinlega þegar börn eru svona lítil þá er ákveðinlega eiga bara að fá að vera börn í fríði það er svona ákveðinlega hættur þetta að vera að presentera ykkur hugmyndir og ef þú ert komin á okkur til vagn þá getur líka verið erfitt að stíga af honum þegar þú ert búin að helga það einhverju og þó sett lítið og þú byrjar að fyrir að búa til sjálfsmynd sem tengist þessu þá getur við orðið erfitt að vinda ofan að því og það sem við verðum við verðum að hafa sjálfströsti þess að ræðum þau bara upphátt leifum börnunum þau sem eru í óvissu með sig og sitt leifum bara þróast að fara í gegnum þetta lífið með bara stuðningi án þess að planta einhverjum hugmyndum inn hjá. Já, en er þetta ekki samt svolítið, þú veist, þegar þú komið einhvern hópa fólki sem að mynda samtök, sem að er á jaðrinum í einhvern skoðunum og er þetta ekki svona svipað eins og að Gunnar Smári myndi fara í alla skóla að kenna pólitík, þú veist, hann er bara sósíalisti, hálfgerður kommunisti í húð og hár, heldur að myndi treysta honum til þess að vera bara hlutlaus. Það myndi enginn gera það og ég skil alveg þetta fólk eins og samtökin Drenglindi og fleiri sem eru að setja svona ákveðna spurningamerki við þetta. Er þetta fólk hlutlaust? Er þetta bara fræðsla? Ef þetta er fræðsla, af hverju má þá ekki bara einhver hjúkrunarfræðingur gera það? Af hverju má þá ekki bara kynja það? Einhver sem er bara nútral? Og þetta hefur náttúrulega verið gagnrýnt mjög oft að ég man með þess að Hildur Liljendal sem er nú örgulega góð vinkona þáttarins. Já. Hún horfir alltaf. Hún er að horfa. Okkar allra besta. Hún gagnrýndi það sagt, þegar samtök voru sem tengdust barnanýði, ég man ekki hvað þetta eitthvað blái eitthvað blátt áfram, að þau varu með kynningarinn í skólanum vegna þess að það er þegar þú ferð inn og þú ert svona einhvern veginn, þú ert með tráma jafnvel á þér þú verður svo heitur og svo ástríðufullur og á síðunni þeirra, ég man ég skoða þetta, það var vara við að afar og feður og frændur var í einu með börnunum. Þið sjáu hvaða öfga þetta fer út í að því að þú veist, konur sem að vildu gera vel en þegar þú ert einhvern veginn litaður öllu þínu lífi með einhverju, þá verður oft málflutningurinn þess eðlis að hann fer fyrir svolítið ofan línuna. Já, þetta er svona eins og að mamma var kannski, ég veit ekki, fórstugun að stiga múta. Já, og það getur alveg verið og við verðum líka bara að horfast í augu við það, en það sem gerist líka með kennarastéttina sem slíka að hún er mjög höll undir vinstrið, hún er mjög höll, hún er erfitt með að einhvern veginn að tala gegn fjölbreytileika, tala gegn mannu, hver vill vera á móti fjölbreytileikanum? Þú ert svona... Ég? Já, þú auðvitað, já, ég er ekki góð á stað að ræða þetta en sjálfur vil ég tala um árangur og ég vil tala um sérhæfingu. Fjölbreytileiki er eitthvað sem bara skiptir bara ekki allir máli, það er bara fólkið sem er síðan bara einhvern veginn Ég er ekkert á móti fjölbreytileika, þú veist, mér bara, eins og þú segir, mér finnst það bara ekki skipta megin máli, mér finnst það ekki að vera einhver sérstök áhersla, mér finnst líka bara að eigi ekkert að vera að fara í skólastofur eða í leikskóla, sérstaklega að innræta börn, þú sér það að þú þarft að skrifa og kvitt undir ef að barnið þitt má fara í kirkju. Ekki er þar að kvittu til þetta. Nei, af hverju þetta er alveg jafnræði, þú veist, hvað er... Nei, líka vegna þess að líðan barna hefur farið versnandi og þegar þið líður illa þá leitar að einhverjum orsökum og uppruna. Það er ákveðnir hópar, sem sagt, núna, ég var að lesa þetta svolítið langt síðan, þannig að ég man ekki nákvæmlega tölunar, en fram að bara, ég held að sé svona frá því fyrir 10 ára síðan, það voru til dæmis konur. Þannig að þekktist ekki að barnunga konur voru að fyrirfara sér. En núna er það að fara að detta inn í tölfræðina. Já. Og maður fer að velta fyrir sér bara að býta, þú veist, þetta byrjar á svipuðum tíma veist, og þessar herferðir. Veist, ég veit ekki, kannski er þetta ungi drengir raunverulega líffræðilega, ég veit það ekki. En maður hlýtur náttúrulega bara að spyrja sig, veist, er þetta eðlilegt? Nei, Ég langar að skjóta hérna aðeins inn í, fyrst eru 2 leiðréttingar sem ég fekk hérna sent í beinni. Það er það að mér skjáttlaðist með það að leikskólakennaranámið á Spáni er jafnlangt á Íslandi og hitt er að ég fekk sent að þetta sem var sendt út á bréfið á foreldrana er að þetta er ekki kynferðilegt ofbeldi heldur líkamlegt ofbeldi og hérna hann að þess að já bara hann ég leiðrétti það hér í beinni en
Ég ætlaði einmitt að skjóta og ég hef rætt þetta við aðilann, kallkyns kennara nokkra og við erum allir sammála það að sem sagt, ef að nemendurnir vita pólitíska afstöðina út frá hegðunni í kennslustofunni þá ertu búin að bregða sem kennari, mér finnst það allavega fyrsta lagi, en við erum líka sammála það að sem sagt, kallmenn í kennslu er bæði kannski að því að þeir eru færri eða að þeir hafa kannski og þess vegna hafa kannski sterkari áhrif á stráka. Við erum allir sammála það að alveg sama hvaða afstöðu við myndum vilja að nemendur hefðu, við gætum mjög auðveldlega komið inn hjá þeim. Bara það væri ekkert mál ef að menn hefðu áhuga á því. Þess vegna er þetta svo hættulegt. Þess vegna finnst mér svo ótrúlega mikilvægt að vera með kennara sem eru ekki að kenna lífsskoðanir, kenna pólitík, heldur að kenna nemendum að hugsa, ekki hvað þeir eru að hugsa. En það er líka þannig að þeir sem aðhyllast þessar frjálslyndis, fjölbreytnis, stafrófs pólisíur, að tolerans þeirra gagnvart þeim sem eru ósamálaðum eða standa hinum megin er oftast engin. Þannig að þú ert með jafnvel kennara í grunnskóla sem aðhyllast þetta á dogmatískan máta sem getur ekki liðið það að eitthvað sé ósamálum, hvorki kennslu, þetta er svona þrúgandi umhverfi og ég það eru rannsóknir sem að styðja það sem þú ert að tala um. Og ég verið að tala við miklu kontakt við mikið af svona ungu strákum sem eru svona sem er kannski 18, 19, 20 ára sem hafa komið úr þessu skólakerfi og það er búið að vera að halda þessu að þeim í mjög langa tíma og það voru strákar þrír sem ég þekki og þeir voru að lýsa, þeir voru allir saman í grunnskóla í Mosó, þeir voru að lýsa því að þeir áttu að fara að biðja stelpunar í bekknum, strákarnir í bekknum áttu að biðja stelpunar í bekknum afsökunar á hegðun kallmann, þetta var svona niðurlægingar seramónía sem var stýrt af svona frjálslyndum stafrófskennara og þú veist, þeir náttúrulega hafði ekki dómgreind til þess að átta sig á því hvað verið í gangi þarna, en þetta er verulega sjúkt og þetta er ekki eitthvað einangra dæmi og ég er að tala við unga stráka sem er að alast upp í þessu og þetta er svo sorglegt og þetta eru augljóslega konur sem hafa af einhverja ástæðu, hafa óbeitt á kallmönnum og þú veist, þessi strákar eru ekki fórnarlöf í dag, sko, ég er ekki að tala um það þannig, en þeir voru bara að lýsa og þú veist, þessi strákar, þeir hata þetta dæmi og menn að tala um sko og svo er umræðum þess að heimildamynd Manosfyr og sem er að koma út þar sem að svona, já, eins og þrumár heiðskýru loft er að koma kynslóð ungra manna sem að tala niður til kvenna og okkur svona bara, nei, þetta við erum bara að uppskera eins og við sáum og við erum, okkur skortir auðmygt til þess að geta horfst í augu við það hvað við erum að gera, okkur skortir líka kjark frá hægru, frá íhaldinu til þess að ráðast á rótvandar, við erum alltaf að tala um einhvern veginn, þú veist, slökka einhverja elda, við erum aldrei að skoða hvaðan rótin er væntanlega bara hugmyndafræði sem er vond, skilur, sem ber vondan ávöxt, en ég veit ekki alveg hvert fer með þetta. Nei, þetta er bara frábær ræða. En þú veist, en bara þú veist, þess að halda aðeins áfram með þetta, ekki nú sérst með eitthvað input. Nei, bara þú veist, þessi hegðun sem að kennara, þetta er náttúrulega bara ofbeldishegðun og ekkert annað. Og það sem þetta gerir, þetta sko sáir svona fræjum þess sem að síðan birtast, eins og þú segir, bara setna. Kvenfyrirlitningu. Já, og menn bara fá ógeð, af því þarna er manneskja í valdastöðu, gagnvart börnum, ungum strákum og svo er sko jarðvegur samfélagsins er samt pínlítið í þessa veru sko. Þetta er ákveðlega bara viðurkennt, jafnvel einhver sem myndi klappa fyrir þessu sko. Nei, ég meina við sáum þetta bara, þú veist, á öllum þessum samfélagsmiðlum þegar að Black Lives Matter var til þeim að ríða yfir, að þá átti að vera að biðjast afsökunar og þetta er hugmyndafræði feministana sem að eru búin að vera að stýra að einhverju leiti þessari námskrá sem að Jón virðist tala í sínu námi og hann er fróður feminisma heldur í kennslu þannig að þú veist, ég meina ég alveg tala þetta er alltaf bara, eins og segir, já, þetta er dapurlegt og þá fer maður náttúrulega að velta fyrir sér, ok, þú veist það er kannski ekki skrítið að það byrja að koma hópar kallmanna sem að kannski tala nú ekki um að þeim hefur gengið illa í námi það sem eru haldni fyrirlitningu, þeir eru, þú veist, þeir bara hatri og það eru þessir hópar sem að Andrew Tate og fleiri er að höfða til þeir eru að segja, hei, þú veist, ég skal kenna ykkur að vera kallmaður og svo skulum við ekki gleyma því að bakvið þetta er kannski oft grílt föðurleysi
við erum að sjá að föðurleysi hefur verið að aukast, samstíga náttúrulega feminisman og það hefur einhvern veginn föðurleysi aukist og við erum alltaf þannig jafnrétti og svo gerist ekkert í forræðismálum, samt að verið kalla eftir í ár eftir ár kalla sér jafnrétti sinna, það er aldrei til í það, en akkurat þetta föðurleysi er að kalla fram að strákar að heldast nú námi, þeir eru að breytast í glæpamenn, það er miklu meiri líkur að þið fara í fangilsi og svona heldur þetta bara áfram, þannig að svo einhvern veginn þessi stefna sem þú ert að tala þú veist, þessi fjölbreytileiki, feminismi og allt þetta virðist einhvern veginn vera, þarna ertu komið með bara beina tengingu við ofbeldi í samfélaginu og lakari námsárangur og fleiri ofbeldismenn, þú veist, í fangilsi, en svo ertu líka að taka kannski veikust og hópa erlendis frá stríðshrjáðum svæðum sem eru kannski með ofboðslega mikið tróma sem eru margfalt líklegri til þess að bregðast við með ofbeldi eins og við höfum verið að sjá núna síðustu dag í samfélaginu og síðustu misseri og bara allstaðar í Evrópu og það er eins og þetta fólk átti sig einhvern veginn ekki á því að það er sjálft rót vandans, það er eins og það skilji ekki að það er að búa til vandan sem að það er einhvern veginn að reyna að mæta, skilurðu, þannig að þú veist og hvernig á að laga það? Meira sama helvítis fokkin bullinu og þetta er ótrúlegt. Og hittir ákveð leiti bara naglarn á höfuðu þarna, alveg svo með það að horfast ekki í augu það að PISA niðurstöðuna séu að versna, þá halda mann bara áfram að gera meira Já, akkurat. Ólíkindum. En það eru bara allt og margir strákar, sérstaklega strákur, líka einhverja stelpur í grunnskólanum sem finna að þeir skipta ekki máli. Þetta er ekkit, þeir eru bara einhvern veginn þarna, þeir eru til óþurftar, þú veist, þeim er kennt rosalega marga hluti, þeir finna það, þeirra sín og þeirra sko eðli í raun, það má alltaf tala um eðli því að þú veist, strákar hafa svona ákveðið eðli algjörlega. Og þú veist, stelpur rekast betur í hérna grunnskóla, ég ætla bara að kenna líka í fjöldamörg ár og gerði mikið í því að fá stelpuhópan inn í náttúruvísindi sem ég var að kenna og gekk bara mjög vel þar. En það eru bara alltaf margir strákar sem finna ekki tengsl við kennararna sína og kennararnir sem eru einhvern veginn þannig að tengjast 14, 15, 16 ára hormónabúnt strákum, það er ekki öllum gefið sko. Og þá er líka auðveldara sko að þeir séu ykkur svona vandræði breyta í þess að kennarar séu breyta sko. Og þetta er alltaf, þú veist, ég segi þetta núna og þú veist, og það getur vel verið að einhverju verið brjálaður yfir þessu, en þetta er bara staðan. Við höfum bara verið brjálaður. En ég meina þetta þarf ekki að sko vera rétt í öllum tilfellum. Nei, en þetta getur að vera rétt í mörgum tilfellum. Og við langar líka að nefna að þú nefndir áðan að, það var Jón sem nefndi það að einhverjir kallar getur breytt viðhorfum nemenda sinna bara svona 1 og 3. Ég sammála því, en það er ekki bara kallar, það er bara góðir kennarar, þeir sem eru flinkir í þessu, þeir sem hafa trúverðileg og traust og krakkarnir tengjast, hvort sem er kona eða kall, þeir geta gert alveg ótrústur hluti, þeir geta sko innrættið með eitthvað fjandan, gott eða slæmt sko, en auðvitað eru langflesti kennarar bara, þú veist, þeir sem eru góði kennarar, þeir eru bara að gera rosalega góða hluti, en það ég er ekki... Það er leitt að vera með gögn til þess að meta. Já, akkurat, en almennt séð, ég hef bara gegnum umgengist alveg fleiri 100 kennara á minni tíð og auðvitað eru konur svona jákvæðleitir í meiri hluta, en það eru góðir kennarar að báðum kynjum, sko. Það eru frábæri kennarar, ég held að efast ekki það og ég held að maður borgir sér heldur ekki að skella allir skuldin á kennara, vegna þess að það er svo óbúslega margt í samfélaginu sem hefur að breytast. Þú skulum ekki gleyma því að þeir eru að kenna eftir því sem þeim er sagt að kenna eftir. Þú veist að þeir eru ekki að semja þetta og ég hugsa að það bara hljóta vera ákveðin svona ólga meðal kennara að þetta fari í taugarnar á þeim. Þú veist, en þeir kannski þora ekki að segja að því að þeir eru, sko, ég þekki þeim með sitt kennara og hann segir bara, þú veist, það þorir enginn að segja neitt í skólanum og það ef þið gera það, að það er bara svona ádit, sko. Já, þetta er, það er ákveðin svona menntaelita hér í landinu sem samastendur á einhverjum háskólakennarum og einhverjum síðan líka svona leikmunum innan samfélagsins sem eru gamli prófessorar eða eitthvað slíkt sem þykja eitthvað flottir og þeir stýra menntaumröðinni algjörlega án ábyrgðar og ef að kennarar eins og þú nefnir hér vill fara að segja eitthvað þá er hann jafnvel sko, hún er bara þrýstir hlýðar og þetta er bara erfitt að standa upp í einhverju kennarhópi og mótmæla einhverju þegar bæði skólastjórinn og allir aðrir eru búin að tala um einhverjum hætti. Þess að þurfa fleiri, bara hvetja þá kennarar sem eru að fylgjast með þessu, að þeir standi upp og taki undir þau orð sem þeir tengja við og vita svona ákveðin raunveruleiki að felst í þessum orðum sko, að kennsla er þannig að kennarinn stýrir henni, hann er að vekja áhuga nemenda á einhverju. Til að ná athygli nemenda í dag er erfiðari heldur en fyrir 10 árum síðan.
þess að þurfa að kennarar vera sérstaklega góður í því og þú lætur bara ekki nefnd að fá eitthvað skjá og segir hún að fara að vinna seinni heimstyrjöldum eða eitthvað. Hann bara komin í Fortnite bara 1 og 3 sko. Og þetta skiptir svo miklu máli að ég sá einmitt rannsókn þetta að kenna börnum bara með blað og blýanti, bara gömlu aðferðina, að það bara virkar miklu betur. Og þú veist, við stöndum bara frammi fyrir mjög erfiðum raunveruleika þar sem að það bara veltaði fyrir sér á að banna sér aftaki inn á skóla. Já, þú sér sko ein svona raunstað 25 nemendur í bekk þar hafa verið 4 svona svolítið erfiðir það er lætið þú fer til þér og þekkir og samt sko ef þú lætur það á síma þá þagna þér svona rafræn snutta þannig að þú veist það er líka svona freistandi fyrir kennarana að halda þessum tækjum inni nú er ekki að segja allir gerir þetta en það er orðið töluvert erfiðara fyrir kennara að ná svona agastjórnun á hópum því að athyglisspörnin er bara miklu styttri heldur nú var þannig að þetta er raunverulegt og það er búið að mæla þetta og þetta er svona í alvörunni þess að þurfa kennarar bara þeir þurfa að rísa upp þetta hljómar er svona einhver samsæriskenning sko þetta er samt bara þannig sko. Þetta er bara staðreyndir, það er búið að mæla heldur að sé ekki sko vottur að sannleiksbútarna vegna þess að sko ég er ekkert að grínast með það ég er bara tilbúin í átök ef mér verður hreinlega bara sparkað úr námi fyrir bara þennan þátt að skoðanir eða þú veist aðferðin beitt til að fella ég er raunverulega hef áhyggjur af þessu og bara það að ég hafi þessar áhyggjur finnst mér bara að sína hvað að þetta sé orðið svolítið helt sjúkt ástand en ég get sagt ykkur eina sögu bara, þú veist, ég var svona eins og Sverrir erfiður, það kemur ábyggilega öllum á óvart sko, ég átti rosalega öll með að læra þessa og ég var svo erfiður ljárið þú og ég gat challengeera kennara og ég átti rosalega öll með að rökræða þannig að ég rökrætti oft út í horn og þá upplifði sig, þú veist, þá var óþægilegt gagnvart kannski einhverjum gagnfræðiskóla nemanda, grunnskóla nemanda og ég skil það í dag, ég hef kannski sleppt þessu eða ég verið aðeins eldri Ég hef ekki nefndir sem kennari en það var, þú veist, það var jarðfræðikennari sko, í MS sem að, ég var alltaf að rökræða við og hún var svo mikið græningi, hún endaði að segja upp og fór að vinna fyrir Landsvirkjun. Ég bara skil hana mjög Landvernd? Nei, Landsvirkjun. Bara virkjun. 3 tímar á viku er bara nóg fyrir mig. Já. Getur ekki meira. En ég þá lendi ég í því sem sagt að svona, veist, hún fekk illan bifur á mér þessi kennari. Og hún þá sem sagt ég á milli tveggja heitra talna. Og hún átt að námunda mig annarkort upp eða niður og ég man að þetta var 0,85 en hún fór niður þú veist, þetta er náttúrulega bara brota lögum sko, að veist, ef maður hafi kunnað stjórnsýslulög sko, hún hefði ekki aðvörun en á þessum tíma þá vissi ég það ekkert en það ungur maður en í þessu öllu saman en þú veist, þetta er ótrúlegt og þessi framkomum ég upplifði þetta aftur og aftur og aftur á mínu námsferli að það var svona fólk sem var illa við að fóra að draga þið niður eða svo skrifaði vittlausar einhvernir inn í kladdanum og var komin í þetta er ekki rétt sko. Þetta gerist aftur og aftur og aftur og aftur. Ekki til fagmennska í þessu en ímynd okkur þetta sem er að gerast. Sveitarfélögin eru að borga sko, skólamál eru dýrasti útgjaldarliður langflestra sveitarfélaga. Árangurinn er vestna og vestna. Þetta var fyrirtæki sem verið útskrifa mat og 40% af matnum var bara ónýttur þegar það færi út. Nú er ekki að líka nefndum ónýttan mat en bara þú veist, þetta er þannig. Nei, bara til þess að koma fólki í skilning. Akkurat. Hefur einhver tíma sagt að ég ber ábyrgð á þessu ástandi? Hefur einhver stjórnmálamaður eða embættismaður sagt, heyrðu, staðan er vond og ég er líklega partur af vandanum sko. Aldrei. Það hefur enginn gert það og það hefur enginn verið sko, fjölmiðlar hafa enga getu til að, þú veist, að finna sko, þá sem að bera ábyrgð á þessu og þá ekki vera að benda á sökudólka, sko bara jákvæða að vinna saman. Við erum að tala framtíð barna, sko 1000 barna hver ár. 40% af hverjum árgangi eru 2000 börn, sko, rúmlega það. Þannig að þú veist, þetta er ekki í lagi og að leifum stjórnmálamönnum og embættismönnum hingað og þangað að halda áfram sömu vefferð hver árgangurinn fætir öðrum fram að fósbrúninni og svo bara yfta aukstöf. Núna koma PISA-niðurstöður í desember. Þau fá mánuð ákveðin elitihópar að skoða niðurstöðuna til að undirbúa sko vörnina og fá að sjá þetta. Ég bara, þú veist, það er ekki séns
að það verði eitthvað stórkostlega hækkun á þessum einhvern sko. Við munum sko, reyndar ofboðslega erfitt, við erum liggjum á jörðinni núna sko, við erum svo neðarlega, við þurfum að fara að grafa okkur niður undir parkettið sko, til að komast neðar en þetta, en þetta það verður niðurstöður og þá fer allir eftir einu sinni og bara ef ekki bara var hægt að mæla þetta. Þetta svona ákveðið ofbeldi gegn börnum, má segja, og það hérna ákveðið fólk sem að einmitt virðist bara vilja leyfa því slæta og má ekki segja að þeir sem eru ekki að taka þátt í þessu séu, þeir eru samsekir á þeim tíma sem þeir vita af þessu og við vitum öll af þessu. Þetta bara eins og með bankarunnið, þeir sem vissu með mikla skuldsetningar og þetta var það síðan lausafjárkrís og allt það, en menn vissu svona einhver leiti eitthvað, svo reyndi menn að bjarga þessu bara þegar allt var komið í strand sko og menn dæmdur og áseki á mínum mati, en þarna var samt sem áður, menn þorðu bara ekki að segja, stemningi var bara gríðarlega góð sko, menn bara tóku lán, ennþá meiri lán, það var ennþá meiri vöxtur, það þurfti rosalega lítið til að stoppa súrunflæðið inn í kerfið. Núna erum við búin að vera á þessari vegferð árum saman og það er ofboðslega fáir svona kanarifuglar í námunni sem þora að segja eitthvað. Það er miklu auðvitað bara fylgja hópnum bara og verið sem kannski partur af einhver list setna þegar einhver annar stígur fram, en sko í bankarunum voru það peningar, við erum að tala um börnin okkar, við erum að tala um framtíðina, við erum að tala um lýðræði Íslands. Þetta er ekki smá mál. Þetta sko, og svo geta sko hagsmunaöfl sterk, þau geta haft bara gríðarlega áhrif á 40% landsmanna af því þeir skilja hvorkinni vita hvað þeir eru að lesa. Eina sem þú þarft bara einhver góð TikTok-myndband. Er ekki í þessu máli, ég ætla að skjóta inn nokkrum stuttum punktum. Fyrsta lagi var það ekki hún núverandi utanríkisráðherra sem sagði að aðilinn sem benti á ástandið sem að þú ert að nefna þyrfti að fara í endurmenntun. Það er ekki Nóbelsverðlauna hagfræðingur. En allavega. Það var ekki á Danske Bank reyndar sem að held ég hún nefndi. Já, ég man eftir þessu, þetta er frækt viðtal sko. En ég meina, það er alltaf í lagi að nefna. Ég meina, Katrín Jakobsdóttir var menntamálaráðherra lengi vel sko. Já. Hún er ekki bara best í þessu. Nei, svo það líka það að mér finnst þegar ég byrjaði með hlaðvarpið mitt á broadcast Norræn Kallmest, þá ringdi yfir með sögum meðal annars frá einum fyrrverandi feminista. Hún kallaði sig fyrrverandi vegna þess að þetta var til þess að hún hætti að vera feministi. Það var, bróðir hennar var í grunnskóla, hann var í 5. bekk og þeir héldu upp á konudaginn, þar sem að strákarnir þjónuðu stelpunum til borðs og eitthvað svona, voða herramenn. En svo kom bóndadagurinn og það kom ekki til greina að stelpunnar, þetta var kvenkiskennari, að stelpunnar myndi gera nokkuð fyrir þá á þeim degi, sko, þráttur þetta ætti auðvitað að vera, já. En svo kannski einn mikilvægur punktur í þessu og það það sem við erum búin að vera að ræða með þessa hugmyndafræði og hvernig hún snýr drengjum gegn því sem að verið að reyna að innræta í þeim í rauninni. Mér finnst að það ætti að vera skyldu áhorf fyrir feminista, það er myndin Bjarnfreðsson. Eða Björgkasti. Myndin Bjarnfreðsson er einmitt Georg Bjarnfreðsson sem þegar hann elst upp í gífurlega feminísku umhverfi sem hann verður fyrir bombardaður með öllu því sem við erum búin að vera að ræða hérna og hann enda náttúrulega sem algjör kvennhatari. Mér finnst þetta er rauninni bara skólabóka dæmi hvernig er verið að búa til mennina sem þetta fólk hatar. En sjáðu, nú vorum við að tala um kynjafræðideildina og hvernig þeir rannsaka hluti. Haldið að þau sé að rannsaka þetta? Pottið ekki, af því að þetta myndi gengisvella allt sem þau standa fyrir og þetta, þú veist, og það liggur alveg fyrir að svona er þetta og við vitum það. En við langar að tala um eina rannsókn sem ég las fyrir Það henda þessu fleiri komment eftir það? Já, það var kennslu hlutfall kennara á Íslandi meðað við í öðrum Norðurlöndum. Það var búið að skipta þessu niður í undirbúningstíma, hversu mikið tíma eða unnum stundum og ég sá það, manni hvort þau voru lægstir eða næstlægstir, í kennslu hlutfalli af stundum sem þau fengu borga fyrir. Og þetta komið svolítið á óvart að minnsti tíminn raunverulega fór í kennsluna. Já, þess að þú ert að tala með kennslu skilda. Hversu marga tíma hver kennari á að kenna á viku í 100% vinnu. Og það eru 26 tímar hjá grunnskólakennarum og 24 tímar hjá framhaldsskólakennarum. Síðan allt umfram, og þetta eru 26 tímar, 40 mínútna tímar. Síðan er kennslu vikan 42,86 minni mig. Þannig að þú bara dregur markfaldar 26,40, þá er þetta komið ákveðinu mínútufjölda. Annað fer sérsagt í undirbúning eða fundi eða eitthvað slíkt, en kennslan já töluvert minni hluti af
vinnutíma kennara heldur en Þá var að bera þetta saman við önnur Norðurlönd. Já, Kannast eitthvað við það? Já, ég kannast við það og ég reynda man ekki alveg tölunar hinum megin en kennsluskyldan meiri á hinum Norðurlöndunum sem þýðir það að kennararnir að kenna meira á kostnað annars tíma sem þeir eru sinna í skólastörnum. Fyrir vikið þá þarf færri kennarar til að kenna börnunum því að stöðugildu fækkar með kennsluskyldur herri og þetta hafa sveitafélagin oft reynt að ljá máls á. Ég sjálfur verið baráttu fyrir kennara og fyrir mig þá er gott að hafa kennsluskylduna lága því að þá er maður svona ferskur í kennslu, ferskari og síðan getur maður kent síðan yfirvinnu, allt umfram það yfirvinna. Þannig að það er þá líka getur verið launahækkun í því. En það er ekkert margir kennarar sem hafa flesti kennarar á yngri bætastegum og í miðsteginu, þau kenna bara sína 26 tíma og síðan í einhverju svona samstarfi og undirbúningi og öðru slíku. Sko. En við erum með held ég lagstu kennsluskyluna innan Norðurlandana, já. Heldur að það sé að hafa áhrif á gæði námsins eða heldur að það sé kannski einhver breyta sem að skiptir ekki öllu máli? Það ætti að hafa jákvæða áhrif að kennsluskylda sé lág því þá verður meiri tíma til að undirbúða undir kennsluna en það við ekkert, þetta hefur ekkert verið skoðað. Þetta voru, þegar ég byrjaði að kenna, voru þetta 28 tímar. En svo bara var það lækkað í kjarasamningunum, þá var bara að kenna að lækka þetta. Það alveg þræl erfitt að kenna þegar maður búin að kenna 5 tíma á dag og þessi bara 5 tímar, þetta er bara svo standa ef út góðu kennari, þá þetta búin að standa eins og hafi bara verið að leika í 5-40 mínútur vegna þess að það sem gleymir stundum góðir kennarar í stöðugum samskiptum við krakkana, að kenna, að tengja, að ná til þeirra, að segja einhverjar sögur og krakkarnir segjandi það er svona samskipt á milli allan tíman. Slakir kennara getur alltaf bara setið með tætnar upp í loft og látið krakkana vera að vinna einhverjum bókum eða bara með tölvuskjáum fyrir fram að síða þögn, sko. Þannig að þetta þess vegna þarf líka að mæla þannig að skólastjórar og sveitafélög geta séð árangur hverja framfarir eru í hvaða nemendahópum. Þú getur haft mjög slaka nemendahóp sem sýnir satt mikla framfarir. Og þannig að við mögum ekki gleyma því að er ekki bara hæst skoruðu nemendar sem skipta máli, sko. En þessu þarf að fylgja eftir og þetta er svo ósanngjarnt gagnvart góðu kennarunum sem að leggja ótrúlega mikið á sig og gengur vel og leggja það á sig að læra nefnir öllum nemendunum og þekkja sískinni þeirra og þegar nemendunir finna það að þú hefur bara einlegan áhuga á þeim, þú ert bara kennara sem bara þykir bara vænt þessa krakka þá gera þau allt fyrir þig, þau læra þau eru miklu minni líkur á agavandamálum, þau eru tilbúin til að taka til og hafa borðið sér treind og fínt í stað sem fyrir stríði við kennaran sinn. Þessi kennarar þá að lifta þeim upp, þeir eiga að vera fyrirmyndir, þeir eru að fá hærri launin hinir, það er ekki bara það að skólastjórinn klappið á baki sem er alltaf gott að það sé tekið eftir mann ef maður sé að gera góða hluti. Það má líka byrtast annar staðar og þess vegna þarf líka að laga í skólastjóra á hópnum því hann er allt of slakur líka að mörgu leiti þó það sé fullt af góðu skólastjórum til. Það eru allt of margir skólastjórar sem að það þarf að þjálfa þá líka kannski? Já, þeir þyrftu bara að það þarf að þjálfa þá og svo þurfur bara líka á endanum, það er bara, þú getur verið fótboltamann, þú þjálfar endalaust, það verður aldrei góður í fótbolta. Þú þarf að hafa grunn element í þetta. Þetta er ákveðin listgrein, bæði það að vera skólastjóri og vera kennari og við þurfum að fá það fólk inn og það er ekki endalega fólki sem að nær kennaraprófinu í gegnum menntaveistasvið. Þess vegna er ég að tala um þessu 3 ár og þess vegna að með löggildingun að menn bara, þeir sem eru góðir í þessu, að þeir fái aðgang að því. Ég myndi treysta manni sem væri búin að framkvæma 1000 hjartaaðgerðir með algjörum svona bravör þó hann hefði ekki gengið í læknaskóla, sko. Það var bara búin að sína fram á það, hann var í frábær, sko. Algjörlega. Þannig að þessi pæling, ég er svolítið þarna, sko. Já. Ég tengi rosalega við þetta sem þú ert að segja, hafandi bæði kennt og þjálfað og unnið á leikskóla allt svoleiðis. Ég er undantekningarlaust leiðilegasti kennarinn með það, ég er strangastur, ég leyfi minnst, allt svoleiðis. En enga síður þá er þetta alltaf þannig að strákandi tengja alltaf best við það. Það er bara vegna þess að þeir finna að það kemur frá góðum stað og það, ef þeir finna það þá máttu vera strangast í kennari, þú mátt vera liggum við bara leiðilegur upp á sömu marki, svo lengi sem að þeir finna að það kemur frá góðum stað þá eru þið tilbúinir að gera eins og þú varst að lýsa, Jón, bara nánast allt fyrir því. Þetta er alveg ótrúlega hvernig þetta virkar. Það er bara þannig, hvort sem er í íþróttum eða í skólanum,
krakkar vilja fá ákveðið öryggi og vissu að það sé ekki þannig að einhverju nemendur fara að ná völdum inn í skólastofun það sé þessi trausti fullorðni einstaklingur sem þau geta alltaf farið til og það verður ekki smánaður eða nefn að tala við hann þeir geta alltaf farið til hans og hann með völdin. Það alltaf margir kennarar sem búin að missa völdin í skólastofunni, það einhverju aðrir sem stýra, það verður óöryggi í skólastofun, þú veist aldrei hvort þú fáir allt í einu svalaferðin í hausinn eða eitthvað og hvað gerist þá? Ef þú vogar þar að líta aftur og segja eitthvað, þá eru bara lamin í frímínútunum. Það sem hjá góðum kennurum, þá gerist þetta ekki. Vegna þess að eitthvað svona atvik myndi að koma upp, þá myndi fyrir það fyrsta myndi kennarinn þekkja þann sem kastaði svalaferðinni mjög vel og þekkja vita hverju foreldrar væri og hvað systkini hafði átt og allt þetta. Bara það gena nefnda fram og myndi spyrja hann bara hvernig stæði á þessu og hann þess að smána fyrir fram hann hinna og fengi hann til að átta sig á því hvað hann hefði gert rangt og hann myndi síðan biðjast afsökunar bara við hinn nefndan og málunum verið lokið. Þetta margoft gert þetta við nefndur þegar ég að gera mistök þau eru börn þau með að gera mistök og þá er bara hjálpaðum að læra þeim og leiðra þau ef að þessi hegðun ef er ekki tekið á henni þegar þau eru börn og af einhverju sem þeim þykir raunverulega væntum þá lagast þau ekkert, þau verða bara bulli þegar þau eru eldri og bara ofbeldi sem er seinna þannig við erum á besta stað í grunnskólanum og leikskólanum að eiga við þetta og þess að þarf besta fólk í þessi störf þannig við búum til samfélag sem verður sterkt samfélag sem að getur tekist á við áföll samfélag sem að skilur hvað er að gerast og verður réttu leiðina en ekki populísku leiðina En nú erum við búin að vera að sjá vandamál rísa sérstaklega á Suðurnesjum þar sem að það er mikið af til dæmis flóttamönnum, innflytjendum og svo framvegis og við erum konum með svona fjölþjóða bekki eða tíma eða skóla þar sem að tala kannski alveg ótrúlega mikið af tungumálum og margir nemendurnir reynilega tala það lélega íslensku að þeir geti ekki lært námsefni og þetta hlýtur að hafa áhrif á hérna íslensku nemendur. Við erum að sjá ofbeldi sem að við erum kannski ekki séð áður. Við sáum dóma hérna falla til með þessu voru drengir, ég veit ekki hvort það megi segja það, voru reynda frá Palestínu, ég sá það nú að þeir voru dæmdir fyrir að berja samnefndur með skóplum og voru að fá þessu millifara á sig, það var nú í strætó og taka út í hraðbanka og svona, það voru eldri nemendur að taka yngri nemendur sko og það er búið birt innan dóm, hann til staðar, þú veist. Fjölmiðlar slepptu því að fjallum hann. Já, við gerum það alfarið og hérna það fjölluð mann þangað til að komst upp hverjir sakborningarnir væri þá hvarf þetta eins og svo ofta Já, og svo voru nöfnin birt einhvers staðar eða leikið en sko, þú veist, maður svona horfir á þetta og horfir á, þú veist, þetta aukna ofbeldi og einhvern veginn, þú veist þetta eru kannski strákar sem eru tilbúinir að slástur og komin ákveðin aldur og þú ert náttúrulega alveg með konur hérna, þú veist, og strákur sem orðin 13, 14, 15 ára, þú veist, það er erfitt fyrir konur að ráða við hann, tala nú ekki fleiri neitt, sko. Þú veist, þetta eru vandamál, þau eru að rísa víða og veist, fólk þorir ekki að tala þetta, það má ekki tala þetta því að þú veist, þetta eru þessir hópar eða hinir, ég er ekki að ræða þetta beinlinni svo grundilegt kynþáttar, heldur bara, þetta er fólk sem er að koma úr öðrum aðstæðum, þetta er fólk sem er búið að sjá hluti sem aðrar ekki séð, það er með tróma, það eru alls konar hlutir, það er öðru sér menningarheimar, það eru, þú veist, þú átt ekki að bera virðingu fyrir konum sem staðar, menn þetta hlýtur að hafa áhrif og einhvern veginn hefur bara ákveðin hópur stungið hausnum í sandinn og bara litið framhjá þessu og svo á bara enginn að tala þetta, en börnin líða fyrir þetta. Og þetta eru réttindi barnanna að fá að vera örugg og það er bara fullt af fólk sem búið að koma fram sem er hrætt líf barnanna sína. Þú veist, þessu maður hann í Breiðholtinu og fleira, þú vil kannski bæta ykkur við þetta? Já, ég er bara eitt sem ég er að bæta við og það er eftir seinni heimsstyrjöldina, það var stríð alla Evrópu, það var allt í rústi og það voru bara heilu þjóðirnar sem voru allar með áfallastreituröskun. Þetta vandamál var ekki eftir seinni heimsstyrjöldina. Það er ekkert automatist að þú kemur út úr stríði sem einhvers konar skrimsli eða út úr einhvers þetta eru bara afsaganir sem við erum að gera fyrir eitthvað fólk og þetta er bara bull. Þetta stendst enga skoðun. Þú veist, já, þú veist, má vel vera. Í þessu, það er bara þannig að sá sem hefur aldrei verið kýldur, til dæmis, hann óttast það mjög mikið, já. En sá sem hefur einhvern tíma verið kýldur, hann er ekki að prættu við það, sko. Það er rosa frelsandi að æfa hnefa líka, ég get sagt það. Það er búið að berja þig svolítið og hættir alveg að vera hrættu við það, sko. Ég vil ekki segja að það sé gott að vera lamin, sko. En það er ákveðin leiti þannig, bara ef þú ert í einhverjum aðstæðum og venst þeim bara og finnur það, þú veist, það er bara eitthvað norm einhver staðar og síðan kemur annað,
þá ertu bara líklegri til að fylgja því normi, því að sjálfsmynd þín byggð upp á því og ég myndi segja bara almennt þetta vanræksla góða fólksins, gagvart börnum. Þetta bara ákveðin vanræksla gagvart þeim börnum sem eru þegar þeim bara skellt inn í hópa með börnum sem ekki vönusu, vanræksla fyrir báða hópana vegna þess að það ekki gott að þið getið ímyndað ykkur því farið inn í einhvern hóp og þú hegðar þig bara allt öðru sem heldur allir hinn í hópnum. Þú bara félagslega bara heftur, þú rekst endalust á og enda bara á jaðrinum. Hvað gerir síðan þegar nokkur þannig? Þú bara jaðasettur, þú verður pirraður, þú reiður, upplifur þá ekki tækifæri að þú kannt ekki hegða þér í hópnum. Þannig að þetta bara, þetta engin svona flókin líffræði í þessu atferðlisfræði. Þetta svo borðleggjandi. En að þora ekki að horfast í augu við það og hjálpa til og bara segja bara, þetta vandi og við þurfum að laga hann. Og þið nefni skólainn í Breiðholtinu, ég talaði nú við hann vinn minn manni sem þorði að koma fram undir nafni og Austmar, mann ég var millinafnans, Heiðmar, Austmann eitthvað, ég manna ekki alveg að þar var ákveðið vandi og svo þetta bara fyrir okkur til að maður færi til Pakistan sem barn inn í eitthvað skóla þar það var eitthvað allt annað sem var í gangi þar og við þurfum að laga okkur af því en við gætum upplifað einhvers konar einhverja neikvæða uppbrigði út af einhverju hegðun við fengjum svo ég með einhverja 2 sterka með mér og þá getum við fyrir að upplifa að við þurfum að verja okkur, berja frá okkur þetta alveg bara ég held að þetta sé ofta tíma miklu einfaldara ég held stundum að þetta sé bara þannig að þú kemur úr umhverfi þar sem þú ert vanur ofbeldi og svo sérðu annan gæja og þú sér, heyrðu, hann drullu hræddur við ofbeldi þannig ég þarf kannski bara aðeins að kýla í magan ég þarf bara aðeins að stuðan og hann verður skítræddur þannig að þá get ég farið að taka á honum beltið aðeins eða nestið aðeins eða hvað það skiluru og ég get farið að stjórna honum ég farið að láta hann gera það sem að ég vil að hann geri svo fyrir að kynnast öðrum sem að koma frá stöðum þar sem að það svipað þið hópuðu ykkur saman, þið eru líkir, þið áttuðu ykkur á þessu og allt í einu eru farið að stjórna og þið eru farið að mynda gengi og við getum verið að þvinga hluti og fá fólk til að borga ykkur pening. Það rosalega auðvelt að sjá hvernig það gerist. Já, og það sem að maður sér það bara að nemendur sem ekki góður á bókina og þeir eru áverkir og með athyglisbrest, þeir eru góður ykkur öðru. Og þeir eru góður oft í að skapa usla og vandræði. Og það þeirra heimavöllur. Og þannig að þeir gera það bara ítrekkað að ef það ekki unni með það með einhverjum hætti. Þarna koma þeir inn í nýtt samfélag, þar sem þeir tala ekki tungumálið. Og það allt sérstætt og öðruvísi heldur en það sem þeir áttu heima og þeir eru búin að venjast, vissulega örgla ofbeldi og alls konar áföllum. Þeirra heimavöllur þetta, að það að sýna einhvers konar hegðun sem að mögulega bara skapar þeim einhvers konar óttablandan virðingu. Og það ákveðin svona bara svona líffræðilegt við okkur að við viljum ekki enda neðstir, við viljum frekar fljóta ofan á hópnum, og þetta getur bara gerst sjálfkrafa og það myndi geta gerst með óháði á eins og þú segir, uppruna og litarhætti, en svo sumt sem í ákveðin trúðabörum ítir undir síðan ákveðina þætti, kannski, eins og kvenfyrirlitning og annað slíkt. Þannig að þegar þú ert á okkur, þú ert með ákveðin vopn bara svona þegar þú kemur inn í salin eða bekkin, hvað ertu sterkastur? Þú ert kannski sterkastur í því að ógna eða gera eitthvað og finnur til þín þannig. Og þá ertu líklegur að þú farið síðan einhverja endurgjöf jákvæða gagnvart því sem þér finnst vera góð, þá myndu halda því áfram. Það bara þannig. En við erum að sjá samt að bomba hérna að það líka fólk virðist ekki gera sig grein fyrir það eru menningar heimar að núti þó nokkrir í Afríku og í nokkru löndum og svo einmitt á sumum stöðum þegar kemur að það sem að Íslam ríkjandi það þú ert að sýna hvað þú ert merkilegur með því að gera aðra hrædda við þig. Það bara svona ákveðin styrkleika menning þar sem þú ert að sýna hvað þú ert sterkur með því að svona láta aðra vera hrædda við þig. En ég ætla að benda og ég veit ekki hvort ég að setja eitthvað slæma stöðu hérna, ég ætti nú farið fólk í illa við að heyra þessar staðreyndir. Það var einn sem að setti sig í samband við mig fyrir svolítið síðan. Sá aðili öllum hnútum kunnugur innan barnaverndar. Hann að segja frá því að það séu risahópar palestínumanna sem að komin til landsins bara á stuttum tíma. Það logar allt í heimilisofbeldismálum sem að engin starfsmaður barnaverndar vill taka að sér og við erum búin að sjá eftir að aðilar stígu fram og töluðum að þeim hefur verið hótað ofbeldi. Þá bara vitum við alveg af hverju. Fólk hrætt við þessi mál
það ekki tekið marka á kvenkins starfsmönnum, barnaverndar. Þau hreyfa sig ekki í þessum málum nema að vera bara hreinlega neitt til af yfirmönnum og reyna að koma þau yfir á aðra starfsmenn. Þú veist, fólk vill þessi mál ekki. Það vill ekki gera neitt í þessu vegna þess að það er hrætt, það er bara útbrunnið á þessum tilteknum málum og hann benti mér á aðra tölfræði. Þegar þú skoðar bara, þú veist, þetta eitt og sér er nógu slæmt. Þegar þú skoðar þessar 15 aðila núna sem að voru í þessu málið þarna að gengja skulda málum undir hann sem aðila frá Palestínu réðust á íslenska menn með hnífum og kylfum. Svo tekur málið sem þú varst að vitni í áðan, Helgi, með þarna sem voru að ráðast á strákana, búin að terroræsa börn í Hafnarfirði, hópur af ungmennum alveg upp í 20. Við erum að tala um máli aðalandi 2 í Úlfárs. Það voru 7 sakborningar í því máli sem ég var með. Sveðjudal. 7 sakborningar fyrir ekki. Við erum að tala um þegar koma þegar var það tilraunin til heiðursmorðs eða var verið að reyna. Þar voru að með minni 5 aðilar teknir. Við erum að tala um Stunguárásina sem var nýlega og svo voru einhver 2 önnur sem akkurat dottuðu mig núna. Þegar þú skoðar heildarfjölda þegar þú skoðar heildarfjölda þannig að tala um bara mjög alvarleg mál og gífurlega alvarleg mál. Við erum að tala um að þetta er næstu í 5% af heildarfjölda Palestínumanna í landinu sem eru búin að tengjast graf alvarlegum árásamálum. Þetta er bara sem við vitum. Þetta er fyrir utan allt sem að barnaverndar að díla við. Við erum komið með eitthvað patternarna sem er gífurlega erfitt að líta framhjá hins mér. Já, ég er nú í samskiptum við nokkra kollega mína og þeir þú ekkert að segja og það er bara staðan, þeir þú ekkert að segja það er þeir í störfum í skólum þar sem að börn eru og það er ég get bara sagt frá einu tilviki þar sem að var mikið heimilisofbeldi og konan kúð sko og svo var það bara að þurfti að koma öðru manni inn frá sama landi og þá var hann bara látið giftast henni og svo var hún sko bara misnotuð kynferðislega af báðum mönnum sko. Og þetta kom inn á borð sko skólastjórnandans í þessum skóla og barnavernd og ég held að barnavernd náttúrulega getur ekki sagt þessa hluti að það þyrfti náttúrulega einhvern veginn að opna á þetta við erum að tala um sko það hlýtur að stofna einhverja nefnd eða eitthvað sem að getur opinberað án þess að fara að sko skilur þú þarft ekki að segja hverja það eru en hvaða mál er í gangi. Já. Og ég meina skakkgreiðendur hljóta og samfélagi hlýtur að eiga rétt á því að fá að vita svona hluti. Sko. Ég meina óttast bara þetta sem svo hefur bara verið. Ég meina Svíar heldur lengi upplýsingum töldum og það er bara svona, við erum í einhverju svona vestræna þjóðir í einhvers konar með samviskubit gagvart einhverju svona bara fyrir óralengu síðan, svona syndir feðrarna hvíla eitthvað. Já, sem að ekkert einu sinni feður eða forfeður okkar. Nei, sko, þetta er alveg við vorum nýlenda sko. Ég veit það. Það var þingmaður Framsóknar sem er palestínsk kona að tala um það að hún bað forsendur fyrir því að palestínumenn geta ekki aðlagast. Hún biður forsendur. Skilur við, eitthvað Framsóknar kona, skilur, inn á þingi, svo segir hún lengi lifi frjáls Palestína. Ég held ég að vera að gefa ágætis forsendur þetta rétt á hann. 5% af öllum aðilum að landa. Svo lista maður forsendurnar og þá er það bara, þú ert rasisti, eitthvað svona, ok maður, ég er bara sama hvað ég kallaður. Ég vil þetta fólk ekki hérna. Ég vil senda alla þessar palestínumenn út úr landi. Ég er bara á þeirri skoðun, ef þú brýtur af þér, þá finnst mér að ég senda úr landi. Og það var verið að breyta þessu með alþjóðlega vernd. Ég reyndar var fyrir vonbrigðum vegna þess að mér finnst að ég að vera automatist að fólk eigi að missa vendina við að brjóta hegningarlög en þú veist en viðreist ákvað að taka það út og samfylkingin þannig að þeir ákvaða að milda þetta en svona, ok, þannig að þú veist nú er heimild til þess, þannig að þú ert búin að flækja málið, þú ert að fara í það mál og halda áfram í staðan, bara fyrir, þú veist, þú ferð út ég er einstaklega sikjumæður, ég vil meta alltaf eftir verðleikum og svo framvegis en þú veist, eins og Sverrir segir, þú veist, þegar þú komið greiningu frá Hollandi, þú komið greiningu frá Danmörku og það sýnir að þú veist að þeir byrja að höfða á herðar sko, í ofbeldi yfir aðra sko, og afbrot. Þeir eru óalandi. Þá fer maður náttúrulega að velta fyrir sér skiluru, þú veist, er þetta bara allt tilvílanir? Er tölfræðin svona rasísk? Er tölfræðin rasísk? Við hljótum að spyrja okkur að því að það kynjafræðideildin myndi ábyggilega komast að þeirri niðurstöðu.
og setja þessi kynjaglerun og ætlum að fara í það líka en þú veist hvað ég meina, þú veist, maður náttúrulega, þú veist, eigum við aldrei á neinum tímabúndi að þú veist, hugsa okkur sjálf fyrst og hugsa, ok, ef að tökum sér dæmi, Konstantín í trigonometry já, hann kom með svona gott dæmi það sem hann var í mynd að gera svo þú að nota matvæli til þess að bera saman, ok, þú væri með muslimavandamál og þú veist, þetta var allt rauð epli bara í staðinn en þú veist, eitt af hvernig 10 rauðu eplum er eitrað en bara veldur stórkostlu bara tjóni að þá myndur að hætta að flytja inn í sér rauðu epli þangað til þú verður búin að finna út hverja væru sem væri eitruð og svo myndur að halda áfram vegna þess að annað væri bara gegn mannleldismarkmiðum þú veist, þarna líka sko ef við getum ekki ef við vitum að sumir hópar séu margfald líklegir til þess að brjóta af sér þá hljótu að gera þá kröfu alveg eins og við myndum gera á matvælastofu að reyna að takmarka ofbeldið og reyna að takmarka afbrotin. Já, ég myndi segja líka ef þú ert með mjög ólíka menningarheim, gildi og trúarbrögð að það kemur bara algjörlega auga leið, það er miklu erfiðara að þeir einstaklingar aðlagist hér á Íslandi eða í öðru ríkin sem eru svona ólík að uppruna varðandi gildi, menningu og trúarbrögð og sögu. Það er alveg augljóst og við verðum bara að játa það. Ef við ætlum að gera þetta, þá þarf að leggja miklu meiri vinn í það og miklu meiri hvað er líka þá sem er að koma að þeir geri hlutina eins og innfættir gera þá. En af hverju að vera að leggja svona rosalega vinnu í það, inngjalda og mennta? Nei, ég er ekkert að segja það Sverrir, en ég er að segja ef það verður gert. Já, en ef það gerist þá verður að gera það þannig. Já, þá verður að gera það þannig. Annars myndi maður það veri gáfulegast að hjálpa fólkin á þeim stöðum þar sem þau bara búa. Það veri lang ódýrast líka. Já, nýtast best þar. Eða þá að þú veist, ef ég myndi það er eitthvað hérna á Íslandi, það myndi verða eitthvað svona bara endalaus í jarðskjálftar, að flýja. Þá myndi ég vilja fara til Danmerkur eða Noregs. Ég myndi ekki vilja fara enda í Uganda eða Súdan. Þú veist, í tilfellum þegar Palestínumanna, þú veist að þá er svolítið erfitt að hjálpa þeim á Gaza, það er svona frekar augljóst hvers vegna. En við erum með, þú veist, við erum með Egyptaland og sem eru með landamæri með að Gaza, við erum með alls konar. Þeir vil ekki taka við þeim. Og ef við myndum ef hugmyndin væri, við ætlum að reyna að nota hverja einustu krónu á sem bestar mátum þess að hjálpa sem allra flestum, þá myndum við ekki hjálpa þeim á Íslandi. Nei, þá myndum við reyna að hjálpa þeim næri sínu heima, þú veist, það hlýtur að vera hægt að og svo eru einstaka tilfelli það sem eins og við gerðum hérna, þegar ég var allavega svona úrlingur, þá var farið og voru valdar fjölskyldur hingað og þangað sem voru líklega til að geta aðlagast íslenskri menningu, sögu og tungumáli og það var rætt við þetta fólk og þeir koma hingað og það tala til mig eins og þeir voru komið frá Júgóslavíu og Víetnam sko. Austur-Asíubúar aðlagast mjög vel. Já, og það bara gekk mjög. Klára strákar? Og langar líka bara að benda á það að hvað skiptir máli meina, en það hefur skoðað japanska innflytjendur í Þýskalandi miðað við alsíska munurinn á afbrotatíðinni þar á milli er mörg, ég munir að sé nokkur 1000% frekar heldur 100% Heldur þetta sé genatískur munur? Nei, ég held þetta sé ekki genatískur, ég held þetta sé einhvers konar menningarlegur munur og þetta er það skapast svona einhver svona hóp menning þegar þú kemst bara eins og Japani, þeir eru alveg svona kurteis, þeir eru lokaðir, þeir eru ekki tilbúin að svona meira að vaða yfir. Ég held að kannski eru Íslendingar svona ef við myndum þurfa að flýja, ég veit ekki alveg hvernig við myndum hegða okkur. Heldur að japansk menning, heldur að genamengi í Japan hafa ekki haft mikil áhrif á það hvernig svo menning hefur þróast og líkt eins og við tökum bara Sómalíu? Henni rignir ekki að himnum. Mótur getur líka verið svo að fái brotið með ógeðslegum hætti af sér og Japanir til þess þeirri fórin í Nanking, þú veist, Reipnars Nanking er bara eitt ógeðfeldasta mannréttindabrót mannkyns. Það er svona hernaðar. Já, en það kemur reyndar líka frá menningunni að því að þeim var tjáð að Kínverinn væri óæðri. Ég held að við getum, ef við erum bara með börn sem bara fæðast japanskt og sómalskt barn sem myndi fæðast í Íslandi, þá held ég að þau myndi aðlagast íslenskri menningu og læra tungumáli og ég er ekki viss að myndi sjá nokkuð mun annað heldur útlýslega mun að þeim. Það er svona... Ég er ósammála. Þetta er alveg rétt sem að Helgi segir einmitt að það var tabu eitthvað að ræða það að af öllum í seinni heimsstyrjöldinni og svona, þá voru Japanir sem að fremdu ógeðslegustu ódæðisverkin, ekki endilega mest af þeim, en
eiginlega svona viðbjóðslegustu ódæðisverki sem voru framin, það voru framin af Japanum, það nokkuð merkileg. Ég held mér að sé aðeins fyrir seinni heimsstyrjöldina. Já, þetta líka, en svo í því að þá verður það sem þeir gerðu þar var bara, þú veist, rosalegt sko. Viðbjóður, sko. Já. Ég ætla að taka nokkur kommentina áður en við höldum áfram. Ég allavega, mér langar að varpa einni pínu kannski erfiðri spurningu til Jóns, því að eins og ég segi, við bjóðum ekki upp á hvorki upp á drottningaviðtöl hérna og eins líka bara verið að leitast eftir pólitíku sem þora að taka afstöðu, þú veist, ég held að fólki sé ekki endilega sko hvernig á ég orða þetta, ég held að fólk sé ekki endilega að leitast eftir pólitíku sem þora ekki að taka afstöðu sem fólk vill, það veit á slæmt í framtíðarmálum þegar menn standi ekki með sinni sannfæringu hvort það er óvinsælt eða ekki. Mér langar að spyrja þið bara beint út þegar við erum að fá svona mikið af ofbeldismálum, tengdum aðilum sem að koma hérna erlendis frá, í alveg sama sérstaklega þau að koma á vegum ríkisins. Íslenskum börnum bjóðandi það að vera sett strax í skóla og önnur úrræði með þessum börnum vitandi hversu mikið ofbeldi framið af þeirra hálfu, af hverju finnst þér ekki af hverju finnst þér heldur, finnst þér að þessi börn eða íslensk börn eigi að njóta vafans þegar kemur af því að hvort ofbeldinu verður beitt eða ekki, mætti segja. Já, þetta bara ágætt spurning, en þarna fer ég bara í einstaklishyggjuna, sko. Mér veist þú aðeins málað upp sem hóp, sem bara automatískur þá ofbeldismenn, bara ef hann með einhverjum hætti öðruvísi, og því ég ekki sammála. Nei, ég bara að vísa í hversu mikið af brotum kemur frá þessum hópi í rauninni. Svona hlutfallslega. Er þá óhætt að taka bara sensun og setja allan hópin inn? Sko, það sem sjálfstæðarflokkur var með eini flokkur fyrir kosninga var með svona almennilegar aðgerðir í þessum málum og partur af þeim aðgerðum væri að börn sem koma hingað til landsins og þau ættu að fara í skóla þar sem að frumatriði væri að þau myndi læra íslensku. Akkurat. Það myndi minnka líkurnar á alls konar vandræðum ef að þau kynnu íslensku og getur tjáð sig við íslenska nemendur eitthvað sem að væri plagaði þau, en börn sem sína hvort sem eru íslenska eða erlend ofbeldishegðun, þau ekkert að vera inn í bekk með öðrum börnum. Það þarf að taka þau út og það þarf að núlla út ofbeldishegðunina hvort sem þau eru, það er alltaf vont ef að börn erlendu bara ekki brotin eru hlutlagslega ofbeldishegðar en aðrir. Ég sjálfur ekkert sé alveg tölvöldur um það, en þið að nefna eitthvað hér mér finnst eiginlega ekki breyta neinu, bara ofbeldishegðun í skólum, þá enginn þarf að vera hræddur inn í bekknum sínum að hann veri kúar einhverja peninga að lamin eða á skólalögun eftir skóla í fótbolta eða eitthvað slíkt, bara enginn og þess vegna þurfa skólarnir að vera þeim starfsmönnum búnir að starfsmennir hafi líka svona sterk tök inn í samfélögu nemenda og þá þarf að aðlaga börn sem koma úr einhverjum umhverfi sem bara hróttalegt og þau hafa lært það bara að berja næsta mann til að ná í vassbrúsa, það skiptir öllu máli. Þau börn geta bara ekkert gengið inn í bara hefðbundið bekk og allast bara til að þau bara fungeri bara fullkomlega eðlilega. Það bara, við verðum bara að segja það uppátt. Það bara ekkert hægt að ætlast til þess að það þarf bara að það grjótharða aðlögun, hvort sem að Sverrir vill kannski ekki fá þess að krakka hingað, en ef þeir koma og þá þarf að gera þetta. Ég myndi sjálfur reyna að aðlaga þá hafa börnin heima í sínu ríki eins og mikið sem hægt ef það er ekki þannig ástand, en ef þau koma eitthvað þá þarf að kenna þeim íslensku og við þurfum að vita það hvort við ætla að vera til frambúður ekki, það þarf að vera svona einhver væntingastjórnun gagnvart þessu, en við getum ekki bara hendur sín í ákveðt kennara sem þarf að taka okkur máli og okkur barnahópur og foreldrar allt í komin með 1, 2 inn í 3 inn í hópin sem eru bara eitthvað svona wildcard hvað gerir En ég meina höfum við þessi úrræði samt í skólunum þannig að kennararnir geta tekið einangra ofbeldismenn og setta út af því að manni finnst það ekki. Nei, við höfum það ekki og það er líka að vera kennar einhvern veginn, það er ákveðin hugsjón þú farið eitthvað barn sem síðan bara 8 ára og það langar þig svo einhvern veginn þetta takist og þú lætur þetta ganga og svo fara foreldrar að kvarta, þá tekur það beint inn á því að þú sett ekki nógu góður og þú ferð að kvarta aðeins í skólastjóran og skólastjóran endar í börnáti, skólastjóran veltar hérna í Reykjavík gríðarleg að því út af þessum agamálum þegar kennararnir og skólaðir ekki með úrræði til að eiga við einhver mál sem eru rosalega þung, en ef þú ert með skóla sem uppfullar af afburða starfsmönnum,
þá fækkar þessum málum 80-90% sko, vegna þess að þá bara í grunninn bara tekið þannig á málunum og tengsli við nemendur þannig að þú nærð miklu meiri árangur og það þetta sem ég alltaf að segja að við þurfum að vera með þessar lausnir í stað þess ef við tækjum þessa krakka sem segjum að þeir ætla að verði hér bara fyrir aldur og ævi, einhver hópur nemenda. Þegar ímyndi eitthvað að þeir eldast og eru síðan orðin 18 ára og 25 ára. Minna, hvað þessi einstaklingar? Við erum búin að sparka þeim úr kerfinu, það er búið að einangra á strax í 8. bekk, þeir eru óalandi og óferjandi, við erum bara álítið á sem einhver að bafi hana. Við erum bara að skapa einhvers konar bara í hryðjuverku hóparna. Já, þetta er bara þjóðfélagsandamál mjög augljóst en ég meina þeir aðilar sem eru að koma erlendis frá að tala slæma íslensku, finnst þér að ég reyja að þið þyrft að vera búin að ná ákveðnum tökum á tungumálinu allavega, þú talar kannski ákveðna prósessu að skilja texta eða kannski einhver svona inntökuskilyrði sem að væri eðlilegt, af því að annars náttúrulega úr með 20 manna bekk og 10 útlenskir og þeir tala svona 50% íslensku og Já, þú tala inn í bekki. Já, þetta er það sem þá ertu náttúrulega bara komin í problem og þá fer bara allur tíminni þá og enginn í hinna nemyndum og það er ósanngjarnt. En þetta hef ég bara, við varum að stefnu skrá okkar að börnin þurfa að vera að koma með ákveðin grunn í íslensku, bara þannig að þau getur rekist inn í stofunni og það bara hjálpar þeim félagslega og hjálpar þeim allan hátt að geta skilið tungumáli í stað að vera bara svo alvörutur hól, einhvern veginn mögulega öðru svo litin, flestir aðrir talar ekki tungumálið og svo verða búið til svona gerfi vinategl þetta er rosalega erfið aðstæða fyrir börn að koma í þau þurfa bara búin að læra tungumálið svona ákveðinleiti og það er líka að vera það þarf að gera bara fólki einhvern veginn ljóst hvað sem mikil hagnaður er fyrir það og auka líka úr lífsgæðum ef þau leggja sér fram það að taka það sem er að gera í landinu og gera það að sínu í stað þess að halda áfram einhverja vegferð sem að þau í þeirra landi voru að flýja En þú veist, svo ertu líka bara með alls konar svona praktísk atriði, þú veist, ef þú ert með segjum að á höfuðborgarsvæðinu sértu með, þú veist, 50 mismunandi tungumál sem eru töluð, þú veist, ef að við sem land myndum ákveða sjálf hvað við ætlum að taka við erum bara með kvóta eins og þú varst að tala þú veist, það er að tala við þá í rauninni þarft ekki að vera með 50 tungumál þá getur þú kannski verið bara með einhverja stofnun þar sem að þurfa bara að vera menn sem tala 2-3 tungumál og þú veist að það, ég meina þetta kostar gífurlega peninga, ég meina við erum að tala um hún og prófessor emeritus í hagfræði sem að vildi rekna það út að þar síðasta ári að veri 100 milljörðum í þessa málflokka Veitir hvort þú þekki þá tölu? Nei, en það var Ragnar Árnason einmann þetta sem mútt að segja skiptir alveg máli vegna þess að það er bæði það að þingsleinin í skólakerfinu verður svo mikil hjá börnunum sem eru fyrir þetta er bara, þú veist, þegar menn eru að veiða á fiskiskip, þá veiða er eina tegund í einu, Akkurat. Það er ákveðið hagraði fólki í því. Það er sem ég er að segja, þú veist, maður vill náttúrulega vera góðu alla, en þetta þarf líka að vera praktískt, Já, og það þarf að vera, við þurfum að opna bara augun og horfast í augu við raunveruleikan. Við erum hérna eiga með 400.000 manns og við erum búið við hæstu lífsgæði heimi samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Hingað vilja meira og minna allir koma. Þannig að þú veist, ef við opnum á alveg landamærin, þá bara fyllist landið hérna, við getum bara tekið 10 milljónir hérna inn, þú veist, bara og farið í ykkur uppbyggingu, og það er ennþá meira, það vilja ofbóðst að margir koma hingað. Við búum við eitt mesta öryggi í heimi, við búum við eitt mesta jafnrétti í heimi, mesti jöfnur hérna varandi laun í heimi, ég nefndi öryggi, og bara náttúran, vatnið, þú veist, við búum í frábæra landi, við erum í hálfgerð í paradís, það er ekkert skrítið að fólk vilja koma hingað. Svona kannski fyrir utan veðrið. Já, fyrir utan, en líka við byggðum þetta upp, skilur. Það voru Íslendingar sem byggðu þetta upp. Við byggðum þetta upp. Og það, þú veist, af einhverju hugsjón, og mér finnst, og ég horfa á þetta þannig, að mér finnst þetta, það sem þú voruð að tala mér finnst þetta vera óþarfa verkefni sem við þurfum ekki að taka að okkur. Mér finnst þetta vera ömurlegt verkefni til þess að eyða orkun í. Við gætum gert það nota þessa orku, þessa peninga og mannafla í að byggja upp íslensku þjóðuna, í að gera eitthvað í staðin fyrir, og þú veist, menn í rauninni átta sig ekki einu svona á því sjálfur hver stefnan er. Nei, í þessu málum. Nei, það sem er, samningur flottamanna Sameinuðu þjóðanna, menn þú veist, hann gengur það, menn geta komið bara hingað og beðið um hæli og bara sagt bara, og þá fara menn bara í hælisumsókn og fá bara hér aðstöðu á meðan og ef það er fjölskyldur þá er börn með og þetta er bara eitthvað staða sem að það þarf að taka pólitíska ákvörðun menn þú segir það að þú myndir ekki, ef þú fengir ráð, þá myndir ekki taka við fólki úr ákvörðun heimslutum. Já, og það er bara, þú veist, það er örgulega skoðun sem að
ýmsir hafa sko Já. og hún er bara merk og önnur, þá erum við bara að ræða það við því hvers vegna það er gott eða vont sko, en ef við gerum það þá þurfum við að gera það vel og ég sé það líka, við höfum fengið nemendur til okkar frá löndum sem er reyndar frá Suður-Ameríku og var á mörgum stöðum og strákarnir almennt rekast verr en stelpunnar því að það er svona ákveðin svona einhver menning, svona karllæg menning að þeir sko þeir láti ekki segja sig fyrir verkum og meðan stelpunnar eru svona, ég veit ekki hvað maður segja undirgefnir, þeir eru alltaf tilbúinir að aðlagast frekar og reyna að ná almennt sína meira svona konformity sko. Já, Okay. þannig að þú veist, það er svona þetta er alveg allt umhugsunarvert við erum lítil eiga með menningun okkar og tungumál okkar sem er mjög brothætt við þurfum að hugsa þetta alveg til enda og það er líka bara við erum alltaf með mikið af fólki sem kemur hingað bara að gera EES-samningin og frjálsflæði sko vinnuafls sem að við ákveðin leiti hafa verið kallað á það í ferðarþjónustunni, við gætum ekki rekið líka elliheimilin, sko, það er fullt af fólki sem er þar bara Ælandebergi brotur frá Tælandi og Filippseyjum, sko, sem er alveg ótrúlega gott starffólksreyndar og ég veit að hjúkrunarheimilin er að ráða fólk frá Filippseyjum og þau senda sem sagt þau ráða hjúkrunarfræðinga eða eitthvað slíka og þau fara í íslenskunám í Filippseyjum og koma síðan til Íslands. En fólk frá þessum heimsluta er líka jafnað ekki til vandræða. Nei. Það er nefnilega svolítið, þú veist, áhugavert. Mikið af hjúkrunarfræðingum á meðal annars á Landspítalanum hefur talað einmitt að filippíska starffólki þar, hjúkrunarfræðingur og annað, það sé bara einhvers konar ofurmenni, þau skilja ekki hvernig þau komast yfir allt sem þau gera. Þannig að það er, ég er deili skoðun með Sverri að því leytinu til að ég myndi ekki vilja taka kallmenn frá ákveðnum heimslutum, þó að það fari gegn mörgu sem að ég tala hvað var það jafnrétti með kallmenn, þá finnst mér að þegar kemur ákveðnum hlutum að þá eigi samfélagi að njóta vafans og eins og þú bentir á, við erum í þeirri aðstöð að hingað vilja allir koma, við getum gert þessu Pólverjar og valið hverju við tökum á móti, fyrir að fólk talar að Pólverjar hafa ekki tekið við flóttamönnum en Pólverjar tók á móti gífurlegu magni af flóttamönnum, það var hins vegar eiginlega allt Úkraínumenn og við getum valið okkur að taka við konum og börnum sem að aðlagast mun betur heldur en kallmenn úr menningarheimum sem eiga ekki samleið með okkur. En sko stóra ég er þar sko. Já, algjörlega og mér finnst stóra augnabliki í þessu og nú er ég kannski að vera svolítið ósíkjarn og leiðilur en það er landsfundurinn held 2014, 15, 16 hjá Sjálfstæðisflokknum þegar að þetta var fyrir dómsmálur Jón Gunnarsson, þetta var Ásmundur Friðriksson og okkur fleiri sem að töluðu þetta og þetta var í rauninni, ég las þessa ræðu daginn og þetta er í rauninni spádómsleg ræða og það sem myndi gerast og Jón Magnússon held ég að það líka verið aðna og síðan Brynjar Níelsson líka hann bróður hans var ekki bróður Gústaf Níelsson, já. Ég ætla að fá aðeins að stoppa ykkur strákar það að vera að segja af einhverjum ástæðum er Helgi og Sverrir og Jón svolítið blörraðir í myndavilni en Jón alveg kristallskýr ég þarf að segja, ég veit ekki alveg hvað er þar á bakvið, myndavélarmaðurinn okkar þurfti að yfirgefa svæði og svo segir svo borgar Justice for JC fyrir eitt komment hann segir nú keyri ég, við lesum þau alltaf alveg óháði hvar við erum en þannig hann segir nú keyri ég frístundabíl af og til í borginni keyrt nokkru sinnum fyrir Bakkaskóla enginn talaði íslensku í þau 3 skipti sem ég sótt en ég varð að skjóta þess inn í með myndavélina bara ef þið gætuð fiksað þannig í stúdíónu. Ég skal tekka á því langar kannski að koma aðeins inn á þess að þú varst að segja áðan með þú veist hvernig við að því að þú hefur skoðun á því og Jón hefur skoðun á því og þú hefur skoðun á því, ég er náttúrulega líka skoðun á því ég er sammálaður ef við tökum við fólki á að gera vel það er bara svoleiðis, það er okkur samfélagslega skylda en að sama skapi sko þá höfum við líka skyldu gagnvart fólki í landinu við höfum, þú veist þér sem alþingismanni ber að leggja til hluti sem að tryggja allsherjarreglu og þá fer maður alltaf að hugsa praktíkina að því að þú veist, við erum báðir einstaklingsíkir menn og við viljum að fólk sé dæmt að verðleikum og svo framvegis og auðvitað væri það langt best að það væri þannig þegar fólk er að koma til landsins að við getum bara séð alla nákvæmlega eins og þau væru og getum bara valið inn, það verður alltaf fullkomið en það er því miður ekki þannig og þú veist, þá þurfum við að beita þeim vopnum sem við höfum, þeim verkfærum sem við höfum og spurningin er, þú veist, hvernig vill fólk sneiða það niður, vill að gera það eftir menningarheimum, landslutum, vill að skoða, þú veist, tróma, þú veist, hvernig vill að gera það, þú veist, ég veit það ekki, en mér finnst kannski mikilvægt að horfast í augu við þann raunveruleika sem að Sverrir kannski benda á að það eru ákveðin hópar sem eru, ég meina, þú nefnir Sómalíu,
búið að vera að stríða þarna ótrúlega lengi, þú veist, vannæring og fleira, þetta hefur allt áhrif og þá fer maður náttúrulega að skoða, þú veist, ef við ætlum að meta fólk að verðleikum og getur til þess að aðlaga samfélaginu og ætlum að gera það okkar forsendum, þá svona eiginlega gefur það auga leið að flestir frá ákveðnum menningarheimum mæta afgangi. Það er svona eiginlega bara að segja sér sjálft, sko. Alveg óháð kynþætti í rauninni eða hvað þú vilt taka, það eiginlega bara gera það, sko. Og ég held að við ættum svolítið að reka þjóðarskútuna eins og fyrirtæki og reyna að gera það sem er best fyrir fyrirtækið og láta það ganga best. Ég meina, okkur vantar útlendingar til þess að vinna, þá er það bara frábært. Þú veist, en þá skulum við líka velja það inn að verðleikum og þá verður það sterkur hópur og það líka dregur úr fordómum. Já, ég sko... Áður þú svarar, Jón, mér langar að það kemur hérna sérstak komið það sem beðum að Sverri klári söguna sem var að byrja. Það kemur rauninni beint inn á aðra spurningu sem ég langar að leggja fyrir ofan á með spurningarnas Helga. Bara fyrirgefið truflunina, ég varð að minnast á þetta út af þetta var tækniatriði hérna og við tókum Sverri þarna í miðri sögu og ég held að það komi líka beint inn á það sem ég Helgi er að tala um, en mér skjáttast ekki. Já, þetta er svona spurning þetta var ég horfa á þannig að þessi landsfundur hafi verið skipt gríðalegu máli og fremst í flokki fer þarna Áslaugar Sigurbjörnsdóttir að klappa þetta niður og þarna kemur þessi hugmyndafræði inn í sjálfstæðisflokkin sem er svo í ríkisstjórn næstu 10 árin og á þeim tíma þá náttúrulega verður þessi vandi til og ég er ekkert, þú veist, ég er ekkert að reyna að fá því til að gagnrýna eða þú veist, setja inn hennar mótastu, ég er ekkert að reyna að setja inn hennar klípu, en þú veist, en mér finnst vanta hjá sjálfstæðismönnum ákveðin auðmýkt gagnvart þessu, ég hef séð það í fjölmiðlum þessu koma út og þeir tala um að þeir hafi verið í ofbeldissambandi við Katrín Jakobsdóttur og í Vinstri grænum og það hafi allt verið þeim að kenna. Ég er bara ósammálaði og ég segi, nei, þetta var stefna flokksins, þetta var samþykkt á landsþingi sjálfstæðisflokksins og þá bara unnið eftir þessu og við erum bara að súpa sig þjóðin og ég held að þetta sé líka ástæðan fyrir því að þegar að sjálfstæðismenn tala um þessi mál að þá er það skotið niður að það hefur ekki orðið neitt uppgjör og mér finnst að sjálfstæðismenn flestir, þeir eru svona skauta fram hjá þessu, setja skömmina á Vinstri græna og Framsókn, þeir eru vissulega sinni þátt í þessu, en ég get einhvern veginn minna kennt samt Vinstri grænum að því að þetta er bara þeirra hugmyndafræði, en sjálfstæðisflokkurinn er íhaldsflokkur, hægriflokkur og þú veist, þeir sviku svolítið, þeir fjallu og ég held að eins og Óskar talaði að menna að halda á eigin sverði og falla þá á eigin sverði, að sjálfstæðisflokkurinn hafi á undanförnum 10 árum ekki haldið á eigin sverði og hafi svo endanum fallið á eigin sverði í þessum málum og núna finnst mér svona vanta og margir halda ég eitthvað hati sjálfstæðisflokkinu og það er ekki þannig, það er margir flottir sjálfstæðismenn finnst mér, en mér finnst svona það verður að vera eitthvað skonar uppgjör, menn þurfa átt þess á því eins og þú varst að tala um þessa ábyrgð í skólakerfinu, þá er líka að skoða það, hverjir það voru sem að studdu þetta, sem vildu, sem komu þessari hugmyndafræði inn í flokkin, sem að olli svo gríðalegum skaða, sem við erum að súpa segið af og ég held að fyrr en sjálfstæðisflokkurinn tekur ábyrgð og viðurkennir að hann hafi gert mistök og þeir sem að höfðu hæst þetta, mér veist til dæmis bara Áslaug Arna og við erum til dæmis komið með bara konu og listaði miðflokkur sem bara var að vinna með hennar frambúði fyrir 1 ári í sjálfstæðisflokkur, ég vil þetta ekki skilur, þetta er og nema menn segi, heyrðu, þetta voru mistök, þú veist, en ég hef ekki heyrt það. Við fórum kannski ekki nú nægilega vel út í það að því að ég tek undir þetta sem hann er að segja. Ég var á sínum tíma skráður sjálfstæðisflokkin, ég hef ekki skráð mig úr, ég er nú kannski ennþá þar, ég veit það ekki, en ég er nú svona ekki flokksmaður þannig séð skilurðu, en ég skoða flokkan á hægri línunni og ég vegu með þú veist. Við styðjum góða sjálfstæðismenn til góðra verka. 100%, mér finnst margt flott sem að þú hefur gert og svo bara svo það sé sagt. Og þú kemur inn 24, en það ekki rétt hjá mér, Reykjavík Suður. Og sko á þessum fundi þá voru menn sem að fóru upp í pontu og ætluðu að fara að tjá sig útlendingamál og þeir voru bara klappaðir og púaðir og stappaðir niður á landsfundi stærsta flokksins sko og svona sem er yfirleitt alltaf með veglegasta svona þingið og ég hugsaði bara með mér bara hvað
í gangi. Af því þetta var svona flokkur þar sem að menn gáttu rætt málumlegum hlutina. Og þessum Og tíma hún bara kveður þessa hefð, sko. Og þessum tíma þá var Svíþjóð alveg lifandi dæmi það hvað gæti gerst og hann nefnir, ég las þessa ræðum daginn, hann nefnir Svíþjóð í ræðunni. Jón Gunnarsson. Já. Sko, ég bara ykkur að segja, þekki þið söguna sjálfstæðarflokksins betur ég. Ég hef sjálfur náttúrulega ekki verið í flokkapólitík. Þetta fyrir þína tíð svo sem, sko. Já, og ég bara, skólinn er bara mín ástríða og ég aðeins er í fjárfæstingu með því líka, reyndar. En ég heyri það bara á vinni mínu Brynjar Níelsinni, hann segir, hann nefndur okkur ártöl þarna sem hann var að tala þessa hluti og hann var bara skilin eftir svolítið einn, sko. Og hann peirast á því og var í fúlukallafélaginu og hann talaði það hér. Já, og hann hefur talað það. En síðan heyrði ég því nefni Áslaugu Örnu að hún sem dómsmálaráðherra, man ég ekki alveg hvað hún var að leggja til, en hann var hrækt á hana í búðum út af einhverju sem hún var að reyna að laga í þessu málaflokki. Ég nú bara man ég ekki hvað það var. Ég held að það getur verið hver sem náttúrulega fólki á þessu tíma vildi bara Mér finnst kannski alvarlegast við hana er það þegar hún kemur fram í myndbandi hjá konu sko sem að reynir síðan vera algjör lottari og fölsk, kallaði það missögn og eiginlega segir, heyrðu, við trúum öllum ásökunum. Með öðrum orðum, við ætlum að afnema réttláta málsmeðferð á Íslandi, verandi dómsmálaráðherra. Mér finnst þetta mögulega eitt alvarlegasta sem nokkuð dómsmálaráðherra hefur gert eða sagt nokkuð tímann. Að við erum að tala um jafnréttismál. Og þetta er svona bara pjúra populismi. Og ég held að sjálfstæðisflokkurinn verði að gera þetta upp. Hún hefur svo sem beðið svona nokkurn veginn afsökunar á sig spjalli og frosta, en mér finnst þetta ekki hafa, þú veist, mér finnst að fólk þurfa alveg að leggja því dufti þarna. Það sem að Sverrir sagði er punktur sem að nákvæmlega sami og ég ætlaði að koma inn á og ég ætla að útskýra kannski spurninguna sem að felst í þessu punkti aðeins betur áður en við í rauninni ljúkum eiginlegum umræðum og endum þáttin á kommentum. Ég myndi segja sko að það spurningi sem við erum að reyna að koma með þessu sé finnst þér eða skilur þá afstöðu að sjálfstæðisflokkurinn vegna stjórnarinnar með Vinstri grænum og Framsókn beri einhvers konar erfðasynd, mætti segja, í þess, sem stjórnarandstöðuflokkur núna í þessum málum og það þurfi að eiga sér eitthvað stað, eitthvað uppgjör við þá fortíð, skilur að það mörgum finnist það áður en að haldið áfram í þessum stefnumálum? Algjörlega. Ég skil það bara fullkomlega, það er bara með sama með ábyrðina og bara allstaðar í samfélaginu. Mér finnst ódýrt að segja það að við höfum fækkað umsóknum úr 7.000 í 1900 og það sé ykkur 70% fækkun eða eitthvað sko, við verum samt með 1900 ykkur umsóknir sko, en það voru bara 50 fyrir ykkur 15 árum sko. En þú veist, mér finnst það ákveðlega litið veikt sko, og í raun er alltaf best ef maður hefur klúðrað ykkur að bara viðurkenna og segja bara, heyrðu, þetta var ekki nógu gott, ég ætla bara að gera betur næst, ég sé það þarna, gerði ég mistök og ég mun alltaf að reyna að stunda þannig pólitík og ég bara reynd að gera þetta í lífinu hjá mér að viðurkenna það bara, því þá er líka þá er ekki endurlega þetta högg og í það sama aftur og aftur, það er bara að loka á þennan kabla og segja bara, heyrðu, að því við getum öll gert mistök og það getur verið eitthvað tíðarandi, en ég segi bara með sjálfstæðarflokkinu og líka bara Framsókn og VG þegar COVID-tímabili kemur að þessi flokkar sér ekki standi í lappirnar á því tímabili og að halda áfram í þessu bylli sem var sko, en það voru samt manni þá, og það voru svo ég nefnir Áslaugu Arna og einhver einn annar þingmaður, hvort það var sem voru eitthvað aðeins að reyna að segja bara, heyrðu, við skulum aðeins draga í land. Það var að reyna að lefa fólki að fara í íþróttir og eitthvað svona, ég menn hún hefur ekki gert bara illt, sko. En síðan vinstriflokkandi, við allir bæti í, sko. Þetta móka ennþá meirinn. Og þetta var svo augljóst svona vegferð sem vorum á, sem við gottum séð bara við skoðum Suður Afríku sem var alltaf 3 mánuðum undan okkur í öllum kurvum eins og þessi Svíþjóð með innflytjendamáli, við gottum séð nákvæmlega hvað var að gerast. Og þegar Ómikrón afbrigði kom inn
sem var bara svona kvef Já. sem var besta bólusetning sem gott fengið, því að bólusetning hinn var ekki bólusetning Nei. og þá áttu við bara að smita alla því til að koma bara nulla út en það var, þú veist, þetta var hræðilegt. Þetta var fyrir sjánlegt, mér er alveg saman hvað menn segja sko. Algjörlega, bara fyrst þarna var það þannig að auðvitað menn vissi ekki hvað var að gerast, fólk var að detta niður dautt á okkur gásetum í Kína, ég skil það var ótti þá, en eftir einhverja mánuð þá fannst mér við fara allt og langt í þetta. Auðvitað að vera vitur eftir á, en ég var ekki bara vitur eftir á. Ég var að stýra skóla á þessum tíma og ég stýrði skólanum með tilliti til þessa og það gekk mjög vel. En síðan að hinu, seinna þú veist, það var engin pólitík í gangi þetta, menn bara földu svo baku embættismennina sem var bara hrikalega lélegt sko. Og það var í alveg tala, það er eitt af versta sem að maður sé sko. En ég bara samt vissum það að allir hinnir hefðu verið allavega ekki skári hinn í flokkandi sem voru í anstöðu þá. Ég er sammála því. Og ég, þú veist, síðan gerist það að við förum í annað kjörtímabil með flokki sem að setur bara sko sand í bensinið alltaf. Við gátum ekki sko komið málunum áfram. Af því, ég er búin að hitta þetta fólk á nefndafundum Vinstri græna inn í nefndinni hjá mér, en þó þessu ekki á þingi þá hafa áhrif á málum svo brottfarastöður og slíkt. Þetta er bara, þetta er mjög sérstakt sko. Og þarna áttu við bara eftir svona hálft árið eitthvað bara hætta þessu. Þetta gengur bara ekki. Við getum ekki hangið okkur völdum bara til að hanga á stólunum til að vera í einhverjum svona samstarfi með eitthvað svona breiðan faðm vinstri hægri. Þú veist, en ég get sagt þetta núna, ég var ekki ráðherra þarna, ég var ekki með ráðherra þarna bílstjóra og ég var ekki samdauna þessu öllu saman sko. En málið er bara það að ég í Sjálfstæðisflokknum, ég kemst inn í raun fyrir tilvílun. Ég er mjög hægri sinnaður og ég vil að fólki sko, ég vil hafa öryggirnist fyrir þá sem þurfa á því að halda, ekki hinna og ég vil að fólk geti sko notið velleika sinna og það geti vaxið á þess að ríkið sér stöð með krumlurinn og nývarsanæðum. En ég er engum háður, það er enginn sem á mig neinstaðar, ekkert fyrirtæki, ekkert félag, ekkert. Ég er engum háður og ég gerir það sem ég vil, auðvitað í svona anda hægri stefnur og auðvitað rekst ég alveg svo venjulegu svona einstaklingur í hópi, ég er ekki svona einhver vitleysingur í því, en mér hafa ekki þakkað niður í mig með neinum hætti. Nei. Þú fer eftir einn samfæringu. Ég er bara algjörlega, þú veist hvort sem ég verð bara þessi tæpið 3 ár sem er eftir að kjörtímabilinu hjá mér eða stjórnin springur, ef ég er ekkert kosin aftur þá er það bara allt í lagi, það er bara þannig þá fer ég bara að gera eitthvað annað, en ég mun ekki sko selja mína samfæringu og mína ástriðu fyrir það að hanga inn í einhverjum flokki eða einhver staðar inni sko, bara alls ekki sko. Það er svo mikið núna áður en við hoppum í kommentin, þá finnst mér ósangjart kannski að þú fáir þessar spurningar verandi komin í flokkin eftir þetta hefur allt verið í gangi og sama tíma kannski nöðsilegt vegna sama tíma er kannski nöðsilegt vegna þess að þú ert partur af þá þessum nýju hreyfingu sem að þarf kannski að gera upp fortíðina sem ég finnst þú hafa lýst ágætlega hér bara ef að hoppa í kommenta langar þig að segja hvað Sverrir? Nei, ég glemdi ég held að bara verið síndist, ég held að ég hafi heyrt það sem þú varst að byrja að segja, en þú veist það bara beisli við þurfum menni svo þig sem er að fara eftir eigin samfæringu og gegn fjöldanum þó að kosti á og og þó að það kosti þá þarf ég líka bara að biðla til þeirra sem er að hlusta og horfa á að ég fái líka svona stuðning að því að það skiptir svo miklu máli að ég sé ekki eins og ég er búin að vera berjast í þessars kennarabaráttu. 2015 talaði síman í skólanum bara talaði fyrir daufum eyrum sko. Núna er allir að loksins að tala þetta. Hvernig getur fólk sýnt stuðning? Það er bara með því að sko rúlla greinunum áfram. Ég skrifa fullt út allt sko. Ég er búin að skrifa innflytjendamál. Ég er búin að skrifa það hvernig sko þú veist tölfræðan og þau ungir kallmenn sem kominga, það er miklu líklega að þeir samlæðist ekki, ég er búin að skrifa alveg fullt og fólk þarf bara, og í skólamálunum ekki bara að hugsa, það er bara afplárun að klára grunnskólan sko. Það eru fleiri börn sem þetta að fara í gegnum þetta kerfi og við þurfum að útskrifa nemendur þannig að þið getur lesið sér til gags og það þurfa allir að jöfn tækifæri inn í skólanum, við þurfum ekki að jafna allir á botnin eins og við gert núna og það þarf bara að láta skólamálinn svolítið fá að blómstra og þá með stuðningin að það sé vísað í þetta því að því sko aðri stjórnmálamenn þeir hlusta þegar einhver fær sko vindur vængina sko alveg Snorri hefur fikið alveg og að því hann er líka bara búin að vera hugrakkur og heldur bara áfram með sitt og segir að kynin séu 2 og hitt og þetta þetta sko hann fær rosa stuðning ég vil ekki vera populískur, ég er bara að standa á mínum gildum ég hef sýnt að hvernig skólar geta virkað þannig að stærsti hluti nemenda og það er ásókn í skólan
sko yfir rétt á, það voru 20% nemenda voru sérst úr öðrum skólum þess að rákust ekki. Börn sem voru með skólaforðum, börn sem voru lendi í einelti. Við vorum með fullt af nemendum inn í skólanum og hversna tókum við öllum að því við hugsaum alltaf þeim best borgi í okkur. Þannig að það er þessi menning og þetta, það er þetta að gera svo miklu betur í þessu, þannig að ég bara svo hvet fólk til Er einhver sem er á öðrum pól heldur en þú, Já. sem að þú getur mætt þetta með í rökræðum eða í svona debate? Ég er búin að reyna að fá rökræður, ég skal mæta öllum prófessorum í háskólanum, það getur verið panel af þeim, ég skal vera einn á móti. Okay. Ég er ekki að grínast, sko. Ég er með lognið í fangið, ég fæ ekki eins og storminn í fangið, ég er með lognið í fangið. Það er ekkert sem gerist. Það sem er alveg glata, sko. Ég er stuðningsmaður, ég get alveg sagt það. Hvað segirðu? Ég er orðinn stuðningsmaður. Já, takk fyrir það. Minn stuðning líka. Og ég er einlægur í þessu, ég held að þið trúið því. Það sést bara, það sést, hún kannt þetta vel og ég meina, við dæmum bara verðleikum. Já. Það er bara svo leiðis. Ákveðna, verðleikum samfélagi. Ég ætla þess vegna að nýta tækifærið og vegna þess að við erum augljóslega með lélegri businessmönnum í veröldinni hérna í Bjórkastinu sem hefur margvægt sínt sig því að við erum að fara að halda engar auglýsingar og ekkert. Við gleymdum að auglýsa, við erum að fara að halda bjórkvöld næsta föstudagskvöld. Já. Sem við verðum haldið með pomp og prakt og allir sem er að horfa við bara endilega ef þið viljið þetta gangu upp þá verðum við að selja fleiri miða ég veit við erum alltaf ekki byrjaðir að auglýsa þetta að neinu viti þannig að það er kannski svolítið snemt að segja það við erum lélegustu businessmenn í heimi við viljum náttúrulega nýta tækifærið og bjóða Jóni að mæta á föstudaginn næsta fjölmarga stuðning en þetta er í Bryggjuhúsinu. Já, Helgi? Já, ég takk þetta. Þetta er í Bryggjuhúsinu, við Bryggjuna, augljóslega, í Reykjavík og það er óbúslega flottu salur. Þetta er svona, hvað ættum maður að segja, svona svo Kjarval-level sko af stað. Það voru létta veitingar, það voru pubquiz, veglegi vilningar. Við munum sitja fyrir svörum og það kemur öllu líkindum einhver leynigestur og við byrjum snemma, við byrjum svona 6:30 í mann rétt, verður öllu líkindum happy hour barnum. Ég veit ekki þangað til hvað, þá eftir að semja það, en og svo, ég held að þetta getur bara orðið frábært kvöld og frábært vettvangur fyrir fólk til þess að hitta annað fólk sem er að svipa skoðunum eða svona vill tengja sig gegn það. Og tæki fyrir okkur til þess að kynnast þeim sem er að horfa. Það er líka, við náttúrulega þekkjum bara marga sem einhver nöfn sko í tjattinu og fleira sko, þó maður er kynnt sumum. Þannig að það væri frábært að fá að kynast fólkinu og sjá hópin sinn sko. Ég er mjög spenntur fyrir því, bara að sjá stuðningsmenn og bara, ég elska þegar ég var inn í miðflokknum á svona unglega hreyfingur að hitta þú svona ungar og ég er búin að fylgja það fannst það svo gaman. Þú varst oft búin að spjalla við þau svolítið langan tíma. Já, bara og búin að eignast bara marga vinn. Þetta er gaman. Það er sama hérna, það eru margir sem eru búin að vera að læka status, ég er búin að gefa eitthvað í þáttinu og svona, það er gaman að hitta og kannski kannast þið úr pólitíkinni. Já, þetta sem þið eru að nefna bara sem þið finnir sjálfur, bara tengist svo ég fari aftur inn í kennsluna, að kennarar gerir þetta við nemendur sem þið eru að fá sko endurgjöf frá einhverju sem að þið eru að segja eitthvað sem einhverju skott og þá styrkir það hegðunum ykkar í halda áfram sko. Þetta þurfa góðu kennarar að gera sko. Þetta er svo við erum í dauðafæri að eiga besta skólakerfi heimi og ég keppnismadur, ég sætti mig ekki við neitt annað þegar ég verði menntamálaráðherra að við förum þangað, við verum ekki verðum nummer 1 við verum besta skólakerfi lofar því já, varðandi námsárangur og líðan og það er alveg hægt ég fíla, geggjað en Jón, getur þú gert eitt fyrir áhörundur og sett sem sagt linkin þar sem hægt er að kaupa miða inn á tjattið og pinna því þannig að fólk viti hvert það getur farið og hvar það getur keypt miða það er betra fyrir okkur að klára það fyrir en setna. Við hefðum gert þetta í upphæði þáttarins en tæknimaðurinn okkar forfallaðist. Já. Og ég vil bara setja pressu á bæði Jón með þessu og aðra stjórnmálamenn að ég ætla að skora á og bjóða Jóni nafna á kvöldið. Þar sem að ég held að verði barátta nefnilega það ef hann mætir að ég sé að það eru margir sem að segja að hann að koma yfir í miðflokkin og þá er spurningin það verður áhugaverð barátta þá hvort að ef að nafni mætir hvort að hann snýr mönnum til sín eða hvort að þeir ná að draga hann yfir, þetta verður mjög áhugavert. Það er allan að búið að heyrast að veri pólitíkusur að báðum vængjum. En styðjum líka bara góða menn í öllum flokkum. Ég er alveg sammála því. Mér er svolítið leiðilegt þetta milli
svona við einhver tókstreita milli sjálfstæðisflokks og miðflokks sko, mér er alveg sama hvaðan gott kemur sko og þeir geta þá bara unnið saman þú veist, og ég get ekki séð neitt að því sko. Nei, ég tengi við mjög margaði miðflokkum, bara góði vinir mínir margir þar og bara í öðru flokkur undar líka sko og þú veist, það er gott fólk í flestum flokkum. En ég að Kristrún er að stressa sér rosalega á þessu núna að Frosta, hann finnst rosalega dapulegt að menn sé að saminast þarna á hægri vegnu sko. Það lýsir nú bara í hvað stöðu hún er komið sko. Ég held að gera það sko. Gunnarvert útspil hjá henni sko. Þetta er svona sneglun. Gunnarvert útspil. En hún er mjög flink í að koma orðið fyrir sig og hún er sæt og fín og byrtir svona selfie og svona bara svona það, hún er komin ansi sko, hún er komin langt út á brún þegar hún er farin að reyna þetta sko. Þá veit maður henni líður ekki nógu vel. Já, mér finnst einmitt eins og þú sért að endurvarpa einhverju þegar þú ert í þessari stöðu og fer að gaggrina aðra þegar í rauninni það er einhvern veginn þú ert í kastljósinu og það er ekkert búið að vera að ganga. Ef við höfum að fara að ræða eitthvað sko bætur og Evrópusambandið og sko endurhæfingarlífeyrin og öryrkjabæturnar og þú veist 51% kvenna þú veist sem eru einstæða með 4 börn eru öryrkjar, 36% einstæðar kvenna sem eru 3 börn eru öryrkjar. Þú veist, við erum að tala sko 23% kvenna, bara öllum vinnandi konum og vinnumarkaði eru öryrkjar. Nú eru Gunnar Smári brjálaður, Helgi. Já, ég var að nefna þessu tölfræði sjálf. En þetta er bara í læknablaðinu, sko. Já. Læknablaðið er að byrta þetta. Samtök skakkar enda líka. Já. Þannig að þú veist... Og aðeins öðru sem forsendur en sömu niðurstöður í rauninni. Já, þannig að þú veist, þetta er... Og nú er ég ekki að segja, nú bara konum almennt líður heldur ekki vel, sko. Nei. Og hvað er búið að vera innræta þeim hérna í gegnum núna síðustu upp úr aldamótum? Ég meina, hvað gerist í COVID til dæmis? Það er að vinna fyrir opinbera stofnanir og það loður allar loka meira og minna. Þannig að fólk fór á bætur sem hefði annars kannski aldrei farið á bætur og við vitum alveg hvað gerist eða fólk er í einhver ár á bótum. Það fer kannski ekki aftur af bótum. Nei. Þú veist, það er fullt af ástæðum. Sko. Nú er búið að tekja bætur og launavísitölu. Þannig að það er, þú veist, þetta er allt, þú veist, það er bara annað þáttur. Já, gerum það. Eins og segi, mér langar bara hér með að bara bjóða þér á kvöldið okkar næsta hösta. Já, ég reyna að mæta. Ég held að ég sé ekkert alveg í plönunni, ég man nú ekkert sko hvað ég á að gera morgun sko. Nei, svo geta menn líka bara kíkt sko. Já. Við ætlum að vippa okkur í nokkur komment. Jón er búin að vera helst til áhugaverður til að við höfum verið að komast í mikið af kommenturum. En ég sé allavega á þeim að menn eru mjög jákvæðir í hans garð. Og hérna frá Björnin segir okkar maður hérna. Hann segir, góða kvöldi drengir, smá pæling í byrjun og við höfum þetta svona bara stutt svar við þessu. Að þennan spurja alla, hver er ykkar stærsta fyrirmynd í pólitík, bæði í íslenski pólitík eða á alþjóðavísu, þarf ekki að vera ykkur á lífi. Bara svona, ef að menn eru með einhvern í huga, ef ekki, þá náttúrulega bara hlaupum við það. Sko, fyrir mig, gesturinn að byrja. Ég hef aldrei hort á pólitíkus sem fyrirmyndir, mér eru þótt, sko, ég hef hort á pappa minn og mömmu og svo hef maður svona seinni tíð fylgst tilbaka. Sko, ég hef skoðað svolítið pólitíkur og það er bæði Reykján og Thatcher sko, eru ágætt sko og vinur minn fóringinn Davíð Oddsson sko og svo er það bara blessuð minning hans. Já, blessuð minning hans og svo er ímsýn, mér veist Jón Steinar Gullarsson oft hann er ekki stjórnmálumaður, hann er svona, hann dæmir eftir laga bókstafnum en ekki andalagana sem ég oft sáttu við sko þannig að það er þessi kannski svona, ég er ekki með beinar svona einhverjar váka, þetta er frábært fólk. Nei, þú beisli sagður að vera frjálsíkjumæður. Adolf Hitler. Angela Merkel hittar. Nei, ég er engin pólitíkus sko. Søren Kierkegaard, ég hef aldrei tengt neitt, hann er ekki pólitíkus sem bara... Heimsbyggingur. Bara, þjáður maður. Trúaður maður. Ég held að Angela Merkel hefði verið augljós svar fyrir Sverri. Hún var nummer 2. Nei. Já, ég myndi eiginlega bara taka undir með honum. Mér viðeigandi að nefna sko Thatcher og Reagan vegna þess að við erum á svona ekkert ósvipuðum stað og þegar að þau tóku við, það var svona stagnation, það var inflation, það voru vinstri flokkar þá til dæmis í Bretlandi sem voru búin að vera með völdin, hún kemur við, það var algjör stöðnun í hagvexti og þessu var öllu snúið við og við förum inn í gullaldar ár Evrópu svona okkar tíma. Þannig að mér finnst frábært að nefna þau í þessu samhengi. En þú, Jón? Ég er nú sammála nafnaði því að ég er nú ekki almennt að líta á pólitíkus að segja fyrirmyndir en ég ætla nú bara að segja Arnar Þór Jónsson eftir vasklega framgöngu hans undanfarið.
mér finnst hann geggjaður, þannig að ég ætla að segja hann labbaði frá miklu til að fara í hugsjónabaráttu. Já. Hörðu, ég ætla að taka nokkur komment hérna og kemur sama mamma 1, röddin er alveg farin. Ég treysti ríkinu ekki fyrir mínum börnum. Ína Stænke segir því þurfa foreldrar, þetta kemur út af drenglindi sem vorum að ræða í byrjun þáttarins, því þurfa foreldrar að berjast við kerfi sem skildar börn til skóla þegar sama stofnun er að skítum að baki bæði mennta og félagsstarfi að þeim er andum meðal annars stimpla og krúsidúlur. Skóli dætra minna er með prætfánan uppi, þeir tóku transfánan niður þegar við kærðum skólastjóran fyrir þá flöggun. Hún er einn af talsmönnum drenglindis á Akureyri. Okay. Hún er innflytjandi, alveg mögnuð, hún var brjálu yfir því að það var reynt að halda henni á bótum þegar hún vildi fara inn á vinnumarkaðinn og tók á sig stóra launalækkun fyrir það, af því hún vildi fara að vinna. Mætti ég flagga minni kristnu trú inn í, ég er svona fyrir róttækt kristin mörgum þykir, mætti ég flagga henni inn í skólastofunni? Jón getur því sko, almennt eru sko lífskoðanir og trúabrögð, þegar mitt með að það á ekki heim í skólanum. Ég er sammálaði. Höfuðföt og annað bara banna þetta eins og í Fraklandi. Já, og það bara hjálpar líka sko að fólk að það sé ekki verið að einhvern veginn að agnóst út í það, bara loka því og við þurfum bara að vera samkvæm sjálfum okkur í þessu sko. Já. Hér kemur hef óbeit á skóla barnana minna, en ég get ekkert sagt í það er svo mikil heift í vókinum. Og Helga Dögg Sverrisdóttir, kennari á Akureyri, segir hérna, stjórnendur hafa ótrúlega mikið vald hvaða efni er tekið inn í skólana. Má þar nefna UNICEF nám, heimsmarkmið og fleira í þeim dúr. Af hverju er þetta svona? Oft er þetta á kostnað grunnfagana og hún er sammála, Jón, lenging námsins var eitt mesta bull sem háskólinn fór í og KÍ lét teima sig inn í þvæluna. Námkennar er ekki betra þrátt fyrir lenginguna. Okay? Örstuð, ef ég svarað bara þessu með þetta, við þurfum bara að laga námskrá. Þú veist, ef námskráin er opin og það er að túlka hana hvernig sem er, þá getur þú sett hvað sem er inn í skólan. Ef þú ert með sko vel skilgreinda námskrá, þá bera stjórnvöld líka ábyrgð á því. Þá er það sko að draga þau til ábyrgðar ef eitthvað er gert sem er ekki innan námskrárinnar. Að með að þetta er ekki þetta sem hönd á festir, þá er engan hægt að draga til ábyrgðar. Amen. Rétt. Og þarna segir Ice Kronos segir það er eitthvað verulegt rugl í gangi með hvernig samfélagi byrja að verðleggja fólk og vinnu þess. Allt er farið að snúast hve lengi fólk hefur setið á skólabekk, lenging á kennaranámi til að hækka laun, koma lögreglumönnum á skólabekk til að afsaka hækkun launa, þetta er rugl. Og Helga segir hérna með það sem ég sagði áðan aftur, Jón Þormar, launatabla grunnskólakennara gera ráð fyrir MED þannig að það myndi ekki hafa áhrif á styttinguna. Einhver segi, ég vissi ekki að Sverrir ætti dóttur, ég veit ekki alveg hvað er verið að bombaði það. Ekki dóttur, ekki, svo ég veit því allavega. Og svo allt og langt nám, svo segir Helga aftur þegar breyting á kennarnáminu varð árið 2011 var Lilja Dögg ráðherra menntamála. Ég held að það verið Þorgerður Katrín sem sett. Nei, það er ekki rétt, Lilja var ekki, hún var ráðherra menntamála 2018, minnum við, örgla. Lilja var ekki eins og byrjiði í pólitík. Og svo kemur hérna, Ína segir hérna, leikskóli dóttur minna flaggaði transfánunum í einhver ár, einn daginn fann ég 50 ára gamlan kall í kjól með varalit á deildin hennar, þetta var nýji kennarinn hennar, þegar ég spurði skólastjóran úti þetta sagði hún, við erum að flagga þessu fána hérna úti, við verðum að ráða þetta fólk í vinnu. Bjarki segir, útlendingar ættu einfallega ekki að vinna í skólum, sá hvað gerist útræði máli Nayeb Alia Hussein, er það gaurinn á Hvammstanga sem að komst upp með það lengi að misnota stelpu þar, ég held þetta sé ságur með líklega vitnesku. Gekk þá inngildingin ekki upp? Ég veit að hann fékk aðvörun tvisvar fyrir samskipti sín við þessa stelpu. Ég get ekki ímynda mér að ef þetta hefði verið Sverrir að þú hefði fengið ljúflega aðvörun frá skólastjóra þegar kemist upp mjög misjöfn samskipti þín við stelpuna. Þetta er ógeðslegt máli, ég er búin að lesa það. En aðeins að þessu að þetta er sem sagt, það sé ég nú eldri en 2 vetur í þessum skólamálum, þá eru þú veist, það var alveg kennarar íslenskir verið svona uppvísir að ekki kannski svo þessu þarna sem að þú ert að nefna, rámar ég muni hvaða mál þetta er, var hann ekki eitthvað í 8 ekki eitthvað 10 við eitthvað 13-14 ára stelpu
Mér minnir það, já. En Hann var á húsnæði þarna á kostnað sveitarfélagsins, ríkisins. En það hefur verið bara með starfsmannalögin, sko, opinberir starfsmenn að ég bara veit til mála það sem að menn hafa verið gerst fjölþreifir við ungar stúlkur og það hefur tekið marga mánuði að koma úr starfi, sko. Þannig að þetta er svona eitt málið enn, sko. Það er náttúrulega viðbjóðri. Já, og líka bara varandi, sko, opinberir starfsmenn og þessa vinnuvernd þeirra. Þarna lenda bestu starfsmyndir alltaf í því að lægsti samnefnarinn, hann stimplast yfir alla greinina, sko. Af því að það koma svona sögur þá sem að standa sér verst og að gera eitthvað af sér í stað þess að losa sér við botfallið og bara fá almennilegt fólk inn, þá, sko, út af þessum lögu, þá eru skólarnir, sko, þau eru að hanga með eitthvað fúa við innanborðs. Og þetta ætti allir almenningur að sjá og skilja, sko. Þetta er bara hræðilegt. Ég vinn í þessu umhverfi og það er ekki hægt að reka fólk, skilur, og það bitnar náttúrulega á þeim sem er að vinna. Það vill enginn hafa svona sterka vinnuvernd. Þú veist, það hugsaði einhver bara, ég þarf að hafa svona sterka vinnuvernd nema þú sért hræðilegu starfsmaður. Einmitt. Það er nýlegt dæmi starfsmann á Landspítalanum sem var uppvísa því að áreita kvenkins sjúklinga. Hann er vinnur sem ófælæri sjúkraliði, Erlendubergi brotinindar, sem svo sem kemur málin ekki við nema bara að það er ekki hægt að reka hann vegna þrátt fyrir að hann hafi orðið uppvísað áreitni við kvenkins sjúklinga, af því að það verður að aðvara hann officially allavega einu sinni og svo verður hann að brjóta aftur að sér sama hátt. Innan 6 mánaða. Hann sneri aftur til vinnu eftir þetta. Já, hann er opinberum starfsmaður. Svo kemur hérna spurning til Jóns Péturs. Helgi Bjarnason er að spyrja, ekki okkar Helgi, heldur nafn hans. Er hann fylgjandi eða andvígur að kynjafræði sé kennd í grunnskólum? Mér finnst kynjafræðin allt og pólitísk til að vera kennd í grunnskólum. Sammála því. Takk fyrir það. Sú sem fyrirgeðu. Já, ok, ég held að vera búinn sem reyndist svo rétt. Sú sem hélt utan gerð þáttana hatur er aðstofamaður ráðherra Viðreisnar og þættir gefnir út af RÚV. Þetta er verra en Norður Kórea. Þetta voru svo lélegi þættir líka, það voru óáhugaverðir. Þetta voru ömulegi þættir, sko. Ég var líka búinast til að sjá sjálfa með þarna, ég var náttúrulega bara fyrir, ég tók því illa, morðaði þannig. Að vera ekki þættir? Já. Svo kemur hérna að tek undir þetta. Herri, já, ég var í þættinum. Sérstaklega út af því, sko, ég bara... Já. Við erum hérna með aðalmannin með svo eigið þætti og hann kennst ekki eins og en ég fekk að vera aðna. Svo kemur það hérna, tek undir þetta sem Sverri segir, bjó í Mosá á mínum grunnskóla árum og menntaskóla frá 2009 til 2012. Þetta er hárrétt sem að Sverri var að segja, ég man ekki hvað var. Svo kemur hérna, í skóla dætra minna hélt 50 bekkur bekkjafundi að sem nemendur áttu að opna sig og tala persónuleg mál. Eina reglan var að það mátti engum segja fyrir utan bekkin, meðal annars foreldrum. Hvað finnst þér þetta, Jón? Þetta er verulega umhugsunarvert, sko. Þannig verða að opna á eitthvað, sko, það myndast jafnvel eitthvað stemning, það sem er verið að tala einhverja hluti sem geta verið verulega persónulegi, sko, og hvað þá fyrir framan hóp bekkjafélag á þessum aldri. Þetta er náttúrulega bara algjör óhæfa. Já. Sem svona hvatvís ungur strákur, sko, bara hættan að maður segja eitthvað og sjá eftir því, sko, eða eitthvað. Já, þú veist, hver er tilgangur með þessu, spyr ég bara. Hvað viltu fá fram? Ef þið grunar eitthvað að það sé eitthvað þá er allt í lagi kannski að kennarinn, sko, ræði það við barnið og ræði síðan við foreldrarna það í kjölfarið, og við höfum að reyna að gera það ef okkur grunnar að það sé eitthvað og það sé eitthvað sem bjátar á þá eigum að gera það en að vera með eitthvað svona hópfund þar sem að það getur myndast eitthvað stemning sem að, og þú veist bara að það getur komið eitthvað fram sem að getur verið borið upp á því, sko, 10 ára síðar eða eitthvað slíkt, sko. Það er þetta berskjalda börn sem hafa ekki sko dómgreind til að átta sig á því hvað á heima á svona fundi og hvað á ekki heima á svona fundi og það er þessi berskjöldun er bara algjörlega ekki við hæfi og ekki bara í grunnskóla, sko. Þú þarft að vera fullorðin til að það sé gert, sko. Mér finnst líka, sko, fullkomlega eðlilegt að það er fullorðin einstaklingur að reyna að fá barnið mitt í 5. bekk til að tjá sig eitthvað og hvetja barnið til að halda í leyndu fyrir mér. Mér finnst það fullkomlega réttlætanlegt að gefa þeirri manneski á kjaftinn.
Það bara beint frá hjartanu sko. Þetta er mjög dúbíu sko. Leið og einhver fullorðin er að reyna að segja barniðinu að halda leyndamálum frá foreldriðinum. Það er orðið mjög shady finnst mér. Já, það er kannski bara ég. En það kemur fyrir í skólastarfi að foreldrarnir eru það vanhæfir báðir að börnin leita að þeirra bræði til einhvert fullorðið í skólanum sem að, en á endanum þurfa alltaf foreldrarnir að fá að vita því að þeir eru með börnin og ef það þarf að taka eitthvað til hjá þeim þá þarf að gera það með einhverjum hætti en það er að reka fleyg á milli barna og foreldra með einhverjum hætti. Þú þarft að vera, ég veit ekki hver þú þarft að vera til að gera það sko, það er bara, það er engin sko. Það er alveg vel austu þýst sko. Hérna kemur Ding Dong Ba segir foresta kennarasambandsins er slæm og mjög mikið vók og burt með snjallsíma og snjalltölfur úr hérna skólum. Og svo hérna Katrín Jakobsdóttir kom inn á aðalnámskrá grunnskóla kynjafræði, kynvitum, kom inn í aðalnámskrá grunnskóla kynjafræði, kynvitund og þetta bull sem trúarfélagi 78 predikar. Hægri menn og íhaldsmenn þurfum að standa fastar í lappirnar gagnvart þessu og fara og tjá sig og þora. Ding Dong Ba segir svo aftur, ég vil Jón Pétur Símsen sem menntamálaráðherra. Ég get ekki undir það. Já, ég líka bara. Ice Chrono segir rosalega flottur gestur, Rósi Kladdan. Sammála. Og svo segir Ding Dong Ba aftur þegar ég spurði skólastjóra Breiðholtsskóla það hvort að Palestínu ofbeldisdrengirnir kæmu aftur inn í bekkinn og sá hann að það kæmu okkur ekki við en það kemur mér við því ég vil vita öryggi dóttur minnar. Já. Svo kemur þetta með skal ég segja þér myndavélina sem vorum svo, það er ekki bjórkast nema að komi eldræða frá Sverri við erum held ég öll sammála því og svo erum við hérna Jón Pétur Símsen er virkilega flottur á þingi, hrós á hann. Arnar, hægri geitin okkar, Arnar Arinbjarnarspil, er líklegt að Jón Pétur Símsen verði keyptur yfir í miðflokkin í næsta félagaskiptaglugga á Alþingi. Þetta er í 10. sinn sem Arnar Arinbjarnarspil að þessu. Þú ætti bara, kannski ætti þú bara að taka hintið. Miðflokkurinn er alltaf miðflokkur, nafnið bendir til þess að þeir eru sko ómikli ríkispesar sko. Fyrir mig. Það, þú veist, svo ég segi nú eitthvað hérna í musteri hérna viðflokksins. Já, ég finn lók. Veit það nú. Út með hann. Og sækið hann. Svo segir Bjarki, persóna vilja Hlédís Marín fari í annarsætið í miðflokknum í borginni og Jón Pétur Símsen fari í baráttusætið á þingi fyrir miðflokkin í Kraganum. Já, ég er sammála báðu. Justice for JC segir nenni viðmælandin please að vera með mér í miðflokknum. Og segir svo strax á eftir ég vil fá Sverri sem einræðisherra í 8 ár. Já, bara 8 ár ég er ekki að vera að sleppa því sko. Það er bara Passotta segir svo ég kom með miða á bjórkvöldið glæsilegt, bara endilega tryggja ykkur miða sem allra fyrst það er mikið undir fyrir okkur því að ef að þetta gengur ekki nógu vel þá er ólíklegt að við getum haldið annað því að þetta kostar aðeins. Hlakka til að sjá þig. Og talandi þá spáir Helgi Bjarnason því að leynigesturinn verði Sóley Tómasdóttir. Já. Það sé ansi gott bet. Já. Og hvenær er bjórkastið í beinni aftur? Það er næsta föstudag, miðjan dag fyrir þátt. Þá ætlum við að taka smá uppbytun. Við verum ekki ekki með fullan þátt, en við ætlum að auglýsa, hitta menna þessu upp fyrir kvöldið. Er það ekki þessi við ætlum að gera? Jú, það sé ekki svona aðal hugmyndin bara að minna fólk á bjórkvöldu okkar. Já. Og svo náttúrulega aftur á sunnudaginn beint á eftir það ekki. Já, við sjáum til hvort við getum það. Já. Mögulega, við ætlum að reyna allavega. Arnar segir svo aftur Jón Pétur Símsen er frábær og Bjarki segir að dótturinn er því Helga Dögg er Sverrisdóttir. Já, ég held ég að sagt það. Stemmir var gaurinn á Hvammstanga, já. Herðu, menn er að raka sér miðum og svo kemur bara enn rignirinn spurningum aftur að Jón Pétur eigi að fara í miðflokkin. Þannig að Jón, þú verður bara að mæta hérna og mæta til okkar á föstudaginn og annarkvort snúa mönnum yfir til þín eða gefa þeim færi á að sannfæra þeim að koma yfir. Sko, ég get alveg sagt Leyfa þér ekki að mæta. Að þarna, þegar í miðflokknum ég hef verið mestið sagt við Sigmund og svo er ég að vinna með Snorra töluvert mikið
og Nanna líka systir hans Simma og Ingi Björg og Toggi, ég þekki og náttúrulega Karl Gauti mjög ekki glemma honum. Þetta fólk allt, sko, ég tengi bara vel við það, sko, og þau eru öll á, ég ætla eiginlega bara fullir það, þau eru öll sem sagt á minni skoðun í menntamálum, bara öll, þannig að ég held að það ber ekkert á milli Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins í menntamálum. En ég sko, það mikill hægri maður, þetta Sigga Andersen, ég veit ekki alveg hvað hún að gera hérna í Miðflokknum, ég hægri maður eins og hún að mörguleiti. Að ég vil stækka kökuna, ég vil hætta þessum ríkisafskiptum, vil leyfa fólki að blómstra, hjálpa þessum sem þarf að hjálpa og að láta fólk samt þurfa að hafa fyrir hlutunum og vera ánægt með að uppskera, sko. Ég held að við séum ekki að góðri leið ákveðið svona andverðleika samfélag sem við verum að íta undir að fólk, sko, að því líði illa með því að vera komin á okkur ríkispenna. Því að það líður engum vel þannig. Þeir upplifa aldrei neina sigra eða sjaldan neina sigra. Ég held að það ala af sér andlegan sjúkdóm. Já, það gerir, ég er alveg viss það að ef við erum ekki ánað innst inni með sjálf okkur, hvað erum að gera, það líður okkur ekki vel. Það er staðreind. Við vitum það að ef við fengjum 1 milljón í happdrættisvinning eða við fengjum 1 milljón fyrir það að grafa eitthvað skurð á milli, sko, Austurbæjar og Vesturbæjar, okkur þætti meira virði 1 milljón sem við fengjum fyrir vinnun okkar, heldur en að fá hana bara allt í einu. Þannig að ef við uppskerum hrós, ef ég hrósi ykkur, ég þekki ykkur ekki neitt rosalega mikið, ég er búin að hitta ykkur núna í 2 tíma eða eitthvað, ég veit ekki hvað, og ég myndi að hrósi ykkur, þau voru rosalega góði karakter og stórkostlegir menn báðu tveir og æðislegir. Það er ekkert innistæði fyrir hrósina, því ég þekki ykkur ekki nógu mikið. En ef við erum búin að, sko, kynnast ykkur langa tíma og myndi segja raunverulega eitthvað sem þið staðið fyrir og íta undir það, þá væri hrósið ykkur svirði. Þetta skiptir máli að við tökum eftir fólki og við hrósum fyrir það sem er raunverulegt. Þannig að við þurfum að, ég komin í þetta svona ég skil hvað að meina. Frábært, mjög gott. Svo erum við bara með spurninguna, var ekki geggja að vera með open panel á föstudaginn. Við verðum með umræður af einhverju tagi og opið fyrir fólk að spyrja úr sal. Spyrja spurninga, spyrja úr salnum. Og svo bara loka kommentið hérna annarkvort fyrir Jón í fyrsta sætið í Sjalla eða í Miðflokknum. Og hérna, hvað er föðurnafn Jóns? Finnst það eftirnöfn óíslensk? Föðurnafn, sko, ég er Símsen, pabbi minn heitir Níls. Já. Ef að menna að leita því. Þetta er rosalega mjög langt gengið í útlendinga. Já, og ég get alveg sagt að ég er náttúrulega langafi minn fættist undir afi minn fættist undir bát í Norður-Nóri, hann er sérst norskur og svo er hinn afi minn, amma minn, hún er dönsk, þannig að ég er ekkert, það er ekkert hreint íslenskt blóð í aðeins mér. Ég er ekki svo þið, þú veist, þið eru skildleikaræktaðir í marga ætliði. Þú veist, þið drægir núan eftir jörðinni, við sigg hérna, sko, nóttu skónum með 59. Þú veist, ég er með svona eðalblátt blóðin og kemst til með að kynbæta stofna. Segðu. Það heldur þið, menna frængur og frændur eignust börn og svo var það af og amma ykkar og svo, þú veist, svona er Íslendingar. Láttu mig þekkja það. Ég held að við getum ekki fundið betri orð til að enda þáttin á. Þetta var bara frábært spjall. Takk fyrir komuna. Takk kærlega. Takk fyrir. Nú erum við að passa okkur í nokkar sekundur. Það er eldislegt. Svo getur sagt hvað er raunverulega finnst. Þetta er virkilega skemmtilegt.